5, 4, 3, 2, 1. Trölladráp! Litla ananmaður! Mundi, góða strákur! Já, góðan daginn eða góða kvöldið, kæru áhörundur. Verið velkomin í fjórðu umferð almenna bikarsins. Við erum með 2 æsispennandi leiki fyrir ykkur. Akkurat. Það eru, vilt þú kannski segja mér hvaða leikir? Sem sagt, fyrsti leikur á dagskrá, risastór leikur fyrir bæði lið. Það er Djöflar á móti Hrútum Akademíunni. Það verður spennandi maður. Algjörlega. Vitum það að bæði lið eru án sigurs og væntanlega komin í þennan leik eins og glórhungruð ljón. Já, einmitt. Það er einmitt eins og nefndir, bæði lið án sigurs. Þau eru í 4. og 5. sæti í sinni deild. Já, ég veit að Djöflar eru búin að vinna 1 mapp samt sem áður. Algjörlega, já. Og það er náttúrulega mjög stórt. En eins og þú segir, þetta er stór leikur, verður líklegast jafn. Já, ég býst ekki við öðru sko. Ég býst við að bæði lið koma bara fullum styrk inn í leikinn. Já. Og já, ég er bara allavega mjög spenntur. Ég vona að þið áhörundur eru líka ótrúlega spennt fyrir þessum leik. Já, ég ætla allavega að segja ykkur frá Hrúta Academy rosteinum. Þeir eru með Gods á tank, Einar M á tank, Vinest á DPS, Bessa á DPS, Brunar á support og Sjokt og V á support og á bekknum eru Samted og Chris. Nice. Mjög spenntur að sjá þetta lið. Aldrei Já, sé að spila. Ekki heldur. Bara, ég er alveg mjög tilbúin. Ég hef heyrt að Sjokt OV sé super góður supportspilari. Já, hann er mikill Lucio player og Já. ég get komið með skemmtilega staðreind Ok. hann. Ég veit að hann spilar á fartölvu. Já, ég hef heyrt að þessi fartölva sé ekkert mjög góð. Þetta er ekki einhver elite fartölu, þetta er bara Nei, þetta er ekkert eitthvað- fartölan í skólanum eða? Já, ég held að þetta sé eitthvað svoleiðis, sko. Hey. Ég held að þetta er ekki, þú veist, Alienware 500.000 króna fartölva eitthvað Nei. þannig dæmi, sko. Þannig ég held að, já, einmitt, eins og þetta sé bara Dell fartölvan í Já. skólanum, sko. En hann er væntanlega samt með mús tengda við, það getur ekki verið Það- á touchpadinu. Já, Það væri reyndar, Það væri geðvægt að vera á touchpadinu, sko. Ég þurfum veit- að koma að staði. Já, Þannig að hann sé með, kannski er það með einhver Alienware mús sem bætir upp fyrir þetta allt. já, það getur verið. Ég veit það ekki, Við verðum að komast að þessu, við verðum að komast til bots í þessu máli. algjörlega. Djöflar, Já, við höfum kastað eitt leik með þeim Já. áður og við sáum hann frábær hamstæða. Já. Og við erum með Sakila og Rafnarök á tank. Já. Superbi og Himma á DPS og Asetja og Narhun á support. ok. Sakila og Asetja eru þekktir í kast heiminum. Já, Frábæri kastarar Já. og þeir hljóta að geta tekið kasthæflingu sína og nýtt það til þess að vinna þennan leik. einmitt, þeir eru líklegast mjög góður í að sjokkóla þá. Já, það hlýtur að vera. Já. Hvor ætli sé meiri sjokkalinn? Er það Sakila eða Asetja? Ég veit það ekki. Sakila, Ok. það er mitt sko. Þá fyrir ég á Asetja og Ok. við annarkor okkar hefur bara rangt fyrir sig. Já, þannig er það stundum. Já, og svo er skemmtilegt nafn, Rafnarök. Þetta er Já. svo Ragnarök, Já. heimsendirinn, en Rafnar, ekki Ragnar. Fuglinn. Rafnar Óðins. Ætlaði að segja eitthvað þannig. Ég veit það ekki. Veit það ekki. Mér finnst mjög mikið af svona norrænni góðafræði í íslenska óræðssamfélagi. Já, það er gaman að því líka. Hún er áhugaverð, sko. Já, algjörlega. Ert þú meiri Óðinsmaður eða Þór? Hver er meiri þinn kall? Ég segi Þór út af Chris Hemsworth. Já,
Hann er flottur. Hann er nettur. Þeir eru svolítið líkir eða eitthvað. Erðu hættu. Er það, hvað segir Það þið? er það að láta mig róðina þenni, hvernig útsendingu er það. Come on, maður. Já, en ég er einmitt mjög spenntur sko, hvað er fyrsta map? Við vitum það. Við eigum að vita. Það er væntanlega, er það ekki Busan? Er það rétt hjá mér? Já, Er að fara í Busan? já. Við erum bara að fara beint í Suður Kóreu, bara... Já. Já, Ok. Busan er fyrsta mapp. Það er náttúrulega hægt að spila hellinga team composition þar. Já. Ef að þú, já, þannig að kannski 3 mismunandi map. Nei, ég veit ekki. Já. Það fer eftir, ég veit ekki. Við þurfum bara að bíða að sjá hvaða Já. mapp er fyrsta og þá getum við kannski færna þess að ræða það. Já, en mér langar svolítið að fara að horfa á Overwatch gameplay. Ég er alltaf spenntur yfir þessu. Algjörlega. Við þurfum bara hérna rífið í gang held ég, sko. Já, spurning hvort playerar séu klárir og hvort við getum farið í fyrsta mappið. Mér skilst að allir séu klárir og við séum bara á leiðinni til Suður Kóreu eins og þú sagðir. Já. Ég Algjörlega. er spenntur. Sjáum hvað gerist. Hérna, Já, þetta þegar þú heyrir nafnið Superbia, Já. minnir það á eitthvað? Disturbia lagið með Rihanna. Já, ég var akkurat að pæla það. það. Djúvel er þetta gott. Já, Ok. það er geggja lag maður. Herru, við sjáum hvað það, hérna, komp fyrir að fara að spila núna eftir nokkrar æsispennandi sekundur. Já. Ingo, vilt þú kannski fara að taka hérna hrútara fyrir? Já. Það er, já, þessu, já, ég skal taka hrútana. Mér sýnist að vera með ringer. Guttix er þarna hjá þeim. Hann er á dífunni, Gods er á Reinhardt, Chris á McCree, Vinest á Tracer, Shocked of V, engin Shock er þar, hann er á Lucio og Brunar er á Baptiste. Ok, örsnögt, Djöflar þeir að spila Dífu ból, Aseti er á ból og Sakila á Dífu. Hérna, kastdúið, Himmi er á hérna, McCree, Superbi er á Tracer og Narhún og Sasa. Býtu, Sasa, já. Já, ringer á báðum liðum, sýnist mér. Við sjáum að bardaginn er komin hérna á pointið. Djöflarnir er að stjórna hæggrandinu og meðan hrútarnir er að spila fyrir neðan. Aseti er strax hann low, þegar hann fær híl frá hérna supportunum og hann lítur að fara aftur inn í bardagan. Já. Vinest er að valda usla þarna í baklínni. Einmitt. Þetta er, mér sýnist punkturinn vera á leiðinni til djöflana. Þeir eru með góð picks að setja fyrir út af mappinu en tekur Chris með sér. Himmi er þarna bara uncontested á hæggrandinu að díla damage og hrútarnir ráða ekki við þetta og punkturinn fer til djöflana fyrst. Vá, vel gert. Þetta var frekar fljótu fight. Við sjáum að Aseti er að nálgast Mines. Og svo er Narhún að nálgast Valkyrie og Sasa er að nálgast Trans. Þetta er bara flott ár komið þessu ultnasti bara fyrir næsta fight. Nákvæmlega, djöflarnir eru langt á undan í Ult Economy. Já. En getur það verið erfitt þegar þeir stjórna hæggrandinu, sko. Sjáum að hrútar komið inn á bottom right. Já. Þeir reyna að fylgja rænskildunum og þeir eru með speed boost og Lucio. Já. Að setja fyrir inn, hann er mæn. Lam fer og notar mæns. Lampur kemur út hjá hrútum. Engin fellur, það er Aseti sem fellur. Aseti Chris tekur hann út. Og Beat kemur út frá hrútunum. Náður að nýta sér það, þeir hljóta að fara hann síðan núna. Já, þeir eru nú einu manni fleiri. Hvað gerist Narhún hérna? poppar valkið. Hérna fara hrútarnir inn en nú kemur Trans frá djöflunum. Þeir eru með nóga öllu djöflarnir til að verjast hérna. Sjáum hvað gerist, náður að nýta þau eitthvað. Himmi kemur á þænún. Vinest fellur og Guttix fellur líka en Guttix tekur Himma með sér. Það er picks fram og tilbaka. Ég veit ekki alveg í hvað átt þessi fight er að fara. Narhún er ressin á Himma. Út kemur Lampi, Superbi í laun. Ríkolor, Sasa er í vondri stöðu. Rænin ætti að geta pushað hann hana. Þetta er enda mjög jafnt. Ræn chargear, hann er mjög low. Hann er mjög lág, þeir ná ekki að drepa hann. Þetta er frábært healing á hrútunum. Superbi búinn að eiga erfitt með að taka niður en nær hann loksins. Já. Og Superbi er að nálgast Pulse Bomb. Og nú þurfa hrútarnir bara að fara út, held ég, til að geta náð einum almennilegum bardaga. Þeir staggera sig mikið hérna og verður loka bardaginn mjög erfiður. Þeir eru að staggera sig svolítið, sko. Þeir verða að tryggja einhverja snertingu á punktinn til þess að halda leiknum áfram. Mér finnst líklegt að Ketja geri það á boltanum en ég þekki það sjálfur, þið getur oft verið delítað, held þið bara hverfur þegar þú reynir að snerta. Sjáum hvað gerist hérna. Við sjáum að Sasa er með Trans, hann lítur að poppa það núna þegar Windowin kemur út á Brúnari. Hann gerir það. Pulse Bomb hittir engan. Trans er á punkti. Narhún er að nálgast Valkyrie. Og Sasa með frábært pick á hérna Brúnar. Pick í báðar áttir. Guttix nær tveimur hérna. Superbi nær Gods, Vinest nær Narhún. Shocked of V tekur út Sasa. Eru hrútarnir að fara að ná að snúa þessu?
Mér sýnist það, eða hvað? Hvað gerist? Shocktopy er með hérna beat en hann vill reyna að halda í hann ef hann getur og hrútarnir taka punkt. Þetta er frábærlega spilað. Ok, game on. Þetta leit ekki vel út á tímabilið en þeir náðu að snúa sig vel við, verð að segja það. Við sjáum að Himmi er með High Noon, Narhún er með Valk. Þetta er einu tvö últin sem Djöflar er með. Shocktopy er með annað beatið sitt í rándinu. Já. Spurning hvernig hann muni nota það, hvort þetta veri defensive eða engaging ult. Já, einmitt. Það er ekkert að nota þetta á báða vegu. Akkurat. Annarkvort að fara í liðið eða verjast frá árás hérna. Út kemur High Noon frá Himma. Já. Hann nær Shocktopy sem en hann nær ekki að setja út beatið. Nú er hrútarallir komið 3 ult en enginn að nota þau. Shocktopy er dáinn með beatinn sem getur ekki bjargað þeim núna. Pulse Pulsebomb tekur 2. Frábær. Super B er going off á punktinum. Hann er að drepa allt. Frábær Pulsebomb sem nær temur. Mér sýnist þetta vera á leiðinni til Djöflana. Shocktopy hlýtur að koma tilbaka. En þeir náð þessu ekki Hann og er engin snertingu. fyrsta point fyrir til Djöflana. Já. Frábært fyrsta point. Það var mjög mikil óhefni fyrir Shocktopy að missa sjensin að nota beatið í þessum fight. Einmitt. Mér finnst að beatin hefði getað bjargað þeim þarna. Þetta var óheppilegt. Algjörlega. Algjörlega, en nú er komin nýtt map, ný tækifæri. Spurning hvort að hrútarnir vilji breyta aðeins liðskompinu sínu. Mér sýnist þeir ætla að fara að mirrora tankkompið. Þar sem Aketia og Sakila voru að valda miklu musla þarna. Eða hvað, mér sýnist Gods vera að fara Monkey, þeir að fara Double Bubble með Farapocket. Það er margir möguleika með þessu kompi. Við sjáum hvort þeir geta nýtt sér það. Við sjáum að Djöflar eru með lítið heal, þannig séð þeir eru með Mercy og Sen. En þeir ætti að geta valdið miklum usla með Himma og Ashe og Tracer, Super B og Tracer semast. Og þetta snýst að fókusa Discord-orbin frá Zenyatta og Sasa á Zenyattaðunum. Bæði lið nálgast er að fara í átt á hofinu. Mér sýnist Shocktopy er að vera með eitthvað vesen. Fartölvan hans er örugglega bara að lagga eða eitthvað. Ég veit það ekki. Gods fellur snemma út af Sakila. Þetta er ekki gott fyrir hrútana. Þeir missa maintakin sinn mjög snemma í fætinum. En við sjáum hvort þeir getur snúið sig við. Zenjattan er mjög lóð þarna en Farran fellur. Mér sýnist Shocktopy vera með eitthvað vesen. Hann var ekki að pocketa Chris. Nei. Spurning hvort að það sé eitthvað vandamál í gangi, en ég veit það ekki. Þetta var allavega virkilega vel gert hjá Djöflum. Þeir taka punktinn núna og eru með stjórn á honum. Algjörlega. Já, Chris fær af förunni yfir á Kree, yfir á Cassidy menna ég. Já, Cassidy. En auðvitað fyrsta fight, Sasa er mjög nálægt transinu. Ég sá hann einmitt í síðasta raundi, hann var mjög fljótur að byggja upp þetta trans. Já, þetta er náttúrulega bara rosalega sterkt Ultimate Transcendence. Svakalega mikið healing. Shocktopy mjög lár. Ætlaði að ná að pusha eitthvað á þetta. Að setja fellur. Spurning hvort að hrútar ætlaði að pusha inn á þessu. Akkurat. Þeir virðast bara vera að taka sinn tíma hérna, fá hérna cooldowns og svona. Þeir labba bara punktinn. Nú þurfa Djöflar að snerta. Þeir gera það ekki og missa þar af leiðandi stjórn á punktinum. Við sjáum að hrútar eru með nano. Þeir geta nano á Monkey en þeir eru mjög lágir samt sem áður. En að setja fellur aftur, en Chris er farið niður, þeir nano fer á Monkeyin. En þá kemur trans frá Sasa. Þá kemur transi á móti. Chris er ressaður á punkti, Vinest fellur á Tracer. Guttug sem er super mikið charge á Saríun, ætla hann geta nýtt það í svona stóra fight. Það hlýtur að vera. Shocktopy fellur. Zenyatta, Sasa er lóa Zenyatta, en þeir ná að klötsa þetta. Pikkin út Himmi með 2 pikk. Himmi er mjög frí. Á Saríuna og 3. pikkið maður. Þvílíkur leikmaður, hann er með bóð fyrir næsta fight. Þetta var vel gert, hann var mjög frýr, hann stóð í stiganum og enginn að horfa á hann, gæti bara díla damage. Þegar leifir Ashe að vera svona frýri svona lengi þá bara refsar hún, sérstaklega með pocket. Algjörlega, hárrétt hjá þér. Við sjáum að Guttix er að nálgast Sari-últið, Gravitor Surge. Já. Og sömulegis eru eiginlega allir að fara nálgast ult nema Brúnar. 60% nano hannu. Já, en þegar þú ert að spila með Monkey áttu mjög fljótur að byggja upp þetta nano, þannig að ég held að það komi bara vonbráðar. Akkurat, og kemur Bob frá Himma. Bob kemur út snemma fyrir pressu. Chris er tekin út. Já, af Himma. Hvað gerist hérna? Þeir eru að berjast á punktinum, en kemur út grafið. Nær það einhverjum, ég sé það ekki alveg. Mér sýnist það, Guttix tankarnir eru hérna að gera vinnu fyrir hrútana. Ná hérna 3 risastórum pikkum. Guttix fer í mines og deyr. Tracerinn er að reyna að berjast hérna, Super B og Tracer, en Vinest tekur hann út. Djöflar eru ennþá með punktinn og eru ennþá að tefja.
Vinnist felluna stífum með Mainz. Þetta var mjög tæft. En þetta var vel stólað hjá þeim, djöflunum. Algjörlega, þeir náðu þessu upp í 94%, það er risastórt. Hrútar eru nú með 2 ult, þeir eru búin að skipta yfir frá Mercy yfir á Brig. Sennilega til þess að reyna að countera að setja á boltanum. En sjáum að Sakila er með Sigma ult. Hérna var Guttix mjög aggressífur og er tekinn út, en Sasa fellur hjá djöflunum. Chris með 2 pick. Tekur út Tracer líka, risastórt, og nanoði á Gods á Monkey. Það gerir mikið damage, hann nær Ash og Mercy. Þetta var frekar bara clean hjá þeim. Þetta 2 ult og tóku fightinn bara frekar easily. Einmitt, en ef við horfum núna á ultimate status hjá hrútum, þá eru þeir ekki með neitt eins og staðan er núna, og inn eru djöflar, þeir eru að nálgast bara næstu í 5 ult. Akkurat. Þannig að þessi lokabardagi verður gríðarlega erfiður, sko. Já, hann verður erfið fyrir hrútana. Erfiður fyrir hrútana, já. Sasa er með Transcendence sem er ægilega sterk. Já. Og Sasa nær Brunari snemma, hrúta missa örnum sína. Sasa drepur Chris líka, Transið. Hann vill fara í bryggina, Sasa finnur blóðlykt, hann vill blóð. Hann er kominn inn og þeir hreinsa til hérna. Sjáu þið Sasa maður! Þetta er þetta strandaglópi á Senjöttunni? Nei, ég bara spyr. Ég veit það ekki, eða það? Þetta er bara... Náður að snerta, mér sýnist ekki, og fyrsta map fer til djöflana. Vá, þetta var rosalegt. Og gríðarlega vel spilað. Jöfull var Sasa segur á sennunum í lokinn maður. Algjörlega. Sean played the game með Super B, þetta er væntanlega pulsebombið áðan. Já. Ótrúlega flott og á mikilvægum tíma í leiknum. Pulsar hæ núnið, auðvitað maður, wow. Og Tracing líka, gott 3K, næstu í 4K hjá Super B. Já, vel spilað. Algjörlega, bara mjög flottur leikur og við sáum að bæði lið voru mjög hungru í sigurinn, en það virtist sem að djöflar tóku þetta endan. Já, djöflar voru sterkari aðilinn, en það munaði nú ekki miklu þarna. Nei. Mér fannst svolítið eins og Hrútar Academy á fyrsta mappinu, það labbaði út á Reinhardtinum. Og þeir fara beint á punkt á meðan djöflar að taka high groundið þarna fyrir ofan, eru svolítið fríir. Það er svolítið erfitt fyrir Reinhardt að sitja bara niður á punkt og reyna að sílda liðið sitt, skilurðu, og á meðan eru 6 manns upp á svölunum að skjóta niður á þig, og það er ekkert sem þú getur gert í rauninni, sko, nema bara að halda skildirum uppi, en á endanum brotnar hann og þá, ég veit það ekki. Er þetta the main tank experience? Þú kannast aðeins við þetta, þú main tankin aðeins. Já, ég hef nú dablað aðeins í honum. Ég neyddist til að pikka hann upp í season 2. Það sem ég held að þeir hefðu átt að gera Hrútar er að þeir voru aðeins svo lengi að engagea með speedboosti hjá Lucio og fara bara í 8 liðinu hjá djöflum. Því að þeir fengu bara frífæra á skjöldunarnsræðin og hvað gerist þá? Þá bara fellur þetta niður eins og Domino Kuppar, sko. Vantar aðeins meiri ákefð, sko. En aftur á móti er þetta bara í rauninni mjög vel spilað hjá djöflum. Það er þú veist, þegar þú ert með Ball og Sen og Mercy, skilur, ef hún er góðu Discordi á eitthvað, skilur, og Ball getur slammað og þú veist, það er náttúrulega bara mjög sterkt og ef þú getur spilað það mjög vel, ef þú ert með gott synergy, skilur, ef liðin spila vel saman, þá er þetta bara eitt sterkasta komp sem þú getur spilað, sko. Algjörlega. Okkur heyrist að Hollywood verði næsta map sem verður spilað. Hollywood er skemmtilegt map og ég er spenntur að sjá hvað gerist þar. Það er nefnilega hægt að spila svolítið mikið á Hollywood. Einmitt, og þetta er svona, þú veist, oft spilaru ákveðin compositions fyrir fyrsta point. Já. Og svo getur það breyst mjög fljótt. Einmitt. Og það vegna þess að þegar þú nærð punktinum, þarna fyrsta punkti, þá er bara öll leiðin sem þú ert að íta payloadinu, það er bara fullt af high groundum út um allt, sko. Þannig að þú vilt oft breyta til, skilur, en ég sé mikið, mig grunar að við munum sjá eitthvað double bubble dæmi hérna. Já, sennilega. Einhver bolti. Já, einhver bolti og það er alveg hægt að spila Reinhardt. Það bara verður spennandi að sjá hvað verður valið. En Ingo, ein spurning. Já. Gleymdu við ekki að kynna okkur? Jú, það er hárrétt. Þeir eru streymið? Já. Ég heiti sem sagt Ingólfur eða Íló. Ég er leikmaður XI. Og hver er þú eiginlega? Ég heiti Ólafur, eða Strandaglópi og spilað support fyrir XI líka. Já, en núna þegar við erum búinir að því, þá held ég að við ætlum bara inn í næsta map sem er eins og segir Hollywood og ég held að djöflar ætli að verjast, defenda fyrst og
ég held að við séum bara klárir að fara inn. Það er Já. spennandi að sjá. Algjörlega. Hvort finnst þér betra að defenda að taka? Ég vil attakka fyrst, Já, bara rústa liðinu og brjóta mentalin í þeim og einmitt. skilur við og þannig að En- Já, En það er semast, það er líka mjög skemmtilegt þú byrjar að defenda og þú full holdar eitthvað, þá er þetta svolítið svona in the bag. já, einmitt. Jú, það er rétt, sko. Það eru margar hliðar á þessu máli, Einmitt, við verðum bara að sjá hvað gerist. einmitt. Overwatch er nefnilega mjög svona mental leikur, sko. Mér sýnist engar breyting að vera eftir fyrsta map. Nei, þetta eru sömu leikmenn. Ætlum við fáum að sjá Sasa aftur á sönninum? Ég veit það ekki. Ég vona það. Þetta var skemmtileg framistæði hjá honum. Einmitt. Já, það eru sem sagt Hrútar Akademi sem ætla að attakka fyrst og það er Reinhardt. Það er Reinhardt hjá báðum liðum. Við sjáum að Hrútar eru með Reinhardt Dífu, Doom Tracer og Lucio Bapp. Djöflar er að fara double shield en ekki með Orisa heldur Reinhardt. Já. Það er Sigma og Reinhardt, Sakila og Setja respectively á þeim. Himmi er á Ash, Superbee er á Mei, Narhún er á Mercy og Sasa er á Bapp. Hann er á Baptiste. Þannig að, já, Himmi verður vantilega með Mercy pocket upp á hægrundinu. Já. Nóa skjöldum, Sakila hlýtur að vera með þeim og shielda það eins og hann getur. Ég held að Guttix verða að reyna að loka svolítið á þetta Himma pocket, sko. Hann Já. var mjög frýr í senasta mappi og þeir fengi að finna fyrir því. Akkurat. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað gerist. Við sjáum Hrútar eru hérna að labba inn. Það verður spennandi að sjá hvaða rotation þeir fari í. Þeir eru að fara hann að virðist fara að hægra megin. Þeir labba hann í gegn, en þið sjáu á hægrandinu, herðu, Wow, þetta er bara steamroll, bara clean as a whistle. þvílík damage sem var þarna. Þetta er örugglega eitt stysti teamfight sem ég hef séð. Já. En Mér sýnist þeir vera að breyta komp strax. Þeir eru að virðist fara í double bubble. Monkey Diva, Já, Monkey Diva. svona dive. Vinist fyrir á Doomfist. Þeir eru sjokkt og við komin að sennin. Sjáum hann líka að geta Ég fíla þessa breytingu hjá Hrútum. algjörlega. Við sjáum að Setja strax næstu komin með Shatter eftir fyrsta fætin. Já, þetta hefur verið að Reinhardt sveiflaði bara inn í 6 manns líka við og Algjörlega. þar kom allt þetta damage. Himmi tekur út Shocked of East snemma eins og, Ekkert res í bóði hjá Hrútum, þannig Nei. að þeir verða að bíða aðeins eða satna bara í nano boost. já, eins og ég sagði, verður að respekta þetta Mercy pocket á Himma. Algjörlega. Hann Shocked og við fer að koma tilbaka og þá hljótaður að reyna að ná Discord inn á okkar target og hoppa bara svo brjálæðingar upp á hægrandi. Já, við sjáum að leikurinn er pásaður. Já, ætli þetta sé eitthvað vesen hjá Shocked og við? Ég Ég veit það ekki, það var eitthvað aðeins smá dúvíu svona. Já. Uh, Þá bara segi ég velkomin aftur. já, Gaman að sjá ykkur. Já, vesen hjá Shocked of ég veit það ekki. en það virtist vera eitthvað vesen hjá honum áðan, þannig að mögulega er eitthvað þannig, en Já, það bara kemur okkur kannski bara ekki neitt við. nei. Við getum alveg tala hérna bara með hann. Já, en mér langar aðeins að ræða, þú veist, hvað myndir þú vilja sjá Hrúta Academy gera hérna, brjóta? Við erum að fá það staðfest, það er Shocked of tækni, vandræði, það bara lagast. En já, mér langar að spyrja þig, hvað langar þig að sjá Hrúta Academy gera til að brjóta niður þessa vörn? Við sjáum að Sigma er upp á hægrandinu með Mercy Ash, mikið damage sem kemur þaðan og síðan er Reinhardt niðri, skilur við, þannig að það er mjög erfitt. Hvað myndir þú vilja sjá Sko, Hrúta Academy gera? mér finnst mjög erfitt stundum að vinna fyrsta fætin á takk á svona hybrid möppum. Já. En það sem ég held að þær myndu ætti að gera er að safna upp í nanoboost hjá önunni, bara Já. real quick. Já. Þegar við sjáum að djöflar er ekki með Sen eða Lucio, þannig þeir eru ekki með neitt defensive ult. Já, Best af defensive ulti er Valkið, já, en mér sýnist Mercyin hjá djöflum ekki vera að heala mikið, hún er eiginlega bara pocket AS, einmitt. ekki mikið damage að koma inn. Nei, Þannig að ef þeir ná nanoboostinu snemma já, og hoppa bara inn eins og brjálæðingar og þá ætti eitthvað að falla allavega. já, það er rétt. En það verður respekta að Setja er hins vegar með Shatter, eða langlegin að Shatterinu. Já, það er rétt. En Þannig hvað ætlar hann að Shatter ef allir eru komnir á hægrundið? já, sko, já, Monkey og Diva komast á hægrandi, skilur við, en þá er alveg bara hægt að labba og shattera bara bakklínuna, skilur við. Já. Monkey og Diva upp á hægrandinu lifa ekki lengi án þess að vera með supportana sína, skilur við. Hárrétt, það er hinn hliðin á þessu.
maður þarf að passa sig á þessu dæmi, sko. En ertu saman þessu sem ég var að segja, þú veist, ert þú með einhverjar aðra pælingar, hvað myndir þú gera sem, fyrirliðin í XI? Sem fyrirliði XI myndi ég... Nei, ég veit, jú, þetta er bara gott plan. Ég myndi bara segja, já, go for it. Já, algjörlega. Herru, er það hydration check, eða? Hydration check, já. Vassobi. Vona allir allir áhörnundum fá sér eitt vassoba. Við, hugsum mikið heilsuna. Það er rétt. Virðist sem að Sjokk sé komin aftur í lobbyið og þá lítur þetta bara dett inn anytime soon. Já, hvernig er segðu mér aðeins frá þrennunni, heilaga þrennan. Það er vatn, svefn og og hvað? Ég man það ekki. Ok, þetta er heilaga tvennan þarna. Já. Ok, við tökum því. Jæja, þá erum við ready. Algjörlega. Og við höldum áfram. Eins og ég var að segja, mér sýnist Narhun, já, hann er náttúrulega ekki komið nálægt Valkinu, þannig að ef að Brúnar næra chargeða nanoboost frá Will Quick. Já, sem mér sýnist, þeir geta auðvitað gert það er svo mikið damage að fara í gegnum þetta choke frá djöflum að það bara Monkey að labba þarna inn, taka smá damage og Anan að heala, þá er hún mjög fljót að byggja upp ölti. Hún er komið með það. Algjörlega. Þannig að Brunnar og Nanoa ekki í Monkey inn en hann hoppar samt sem aður upp. Útgefur Shattu frá að setja en hann er tekinn, nei, hann bergaður lampa. Útgefur Bob frá Himma. Að setja fellur hjá djöflum og Sasa líka, þeir missa Baptiste og Ryan sem eru mjög stór picks. Gaman að sjá hvað Trútar geti kapitalisað á þessu. Himmi tekur út Chris en Gods er going God mode að drepa Super B og þeir hreinsa upp. Vá, þessi pása gerði þeim bara gott held ég. Algjörlega, þeir náðu eins að regrúpa mentally og plana fætin aðeins og það virðist sem að þeir gerðu nákvæmlega eins og við vorum að tala um. Kannski voru þeir bara að horfa á streamið og fengu gott plan frá okkur og... Eða kannski bara sendi í þeim hugskeiti og... Já, eða eitthvað hannig, ég veit það ekki. Maybe. Narhun er með Valk núna. Já. Göttix missir mekkið sitt fyrir fætin. Ég veit ekki alveg hvernig það gerist, það lítur að vera Himmi að díla eitthvað mad damage. Já. Þetta er mjög erfitt þegar að hittið með double shield á hægundin. En gott rólat var vinnest, en hann er hann var rockaður af Sakila og bara tekinn út. En þetta eru tvö frábær pick og þeir verða bakkar hútarnir held ég. Algjörlega. Sjokk og við að nálgast trans. Það er gott fyrir það fyrir fluxið hjá Sakila. Hann væri tenglega sér komið með trans eða hann ekki mist samband á þau. Algjörlega. Út kemur primary rate frá Gods. Göttix. Út kemur bomba líka, en Sasa fellur aftur og þetta er risastór pick, en Himmi treytar og tekur út Sjokk á V. Vinnust nær Sakila og Bob er að poppa off að drepa Bruna á önunni. Þeir eru bara að skiptast á pickum hérna. Þetta eru 4-4 akkurat núna. En allt í játnum hérna. Himmi er ressaður. Að setja tekur út Vinnest, Super B nær Göttix, Chris tekur út Narhun. Hver er að vinna fætinningu? Ég veit það ekki alveg. Chris tekur út Himma líka. En er hann í klípu núna? Já, Sasa nær honum. Þeir verða að bakka hrútarnir. Algjörlega. Brúnar er komin aftur með nanoboost. Sjokk og við með trans. Chris er að nálgast. Allir nanoboosti Reaperinn. Nei, nanoboost á Monkey. En að setja er fallin. Þeir missa Rænandi sem snemma sem er aldrei gott. Þeir eru mjög low hérna hjá djöflum. Sakila fellur líka. Þeir eru engin tankar. Guttix drepur Super B. En Sasa drepur Gods. Sasa nær Monkeyinum og ekkert rest í boði hjá hrútunum. Nei. Sjokk er tekin út með trans. Gott píl frá að setja þarna. En Chris er mættur í baklínuna og hann er með ult. En hann er mjög low. Hann verður að fara aðeins tilbaka. Brúnar verður að heala hann. Hann er 13 HP, flýr til örunar sinnar. Setja neitaður, hann kemst í burtu. Super B fellur. Chris teleportar inn. Hann er tilbúinn að fara að ulta. Þeir þurfa að fara að snerta punktinn, annars ná þeir hérna Objective 2 að setja að gera það á boltanum. Sakila snertir með lampi og window. Þeir verðast vera að falla allir hérna, út kemur Flux. 0,25 metrar og þeir ná pointinu. Þeir ná punktinum. Sjáðu Vinnest, hann er með 400 líf sem Doomfist. Hvað er verið en að þú er bara í einhver Doomfist kemur brjálar í baklinu með 400 HP? Ég veit það ekki, það er fátt verra sko. En Vinnest er búinn að vera algjört menes á þessum Doomfist og flott róla hjá honum líka, ég verð að segja það. Algjörlega, ég held að Vinnest sé líklega búinn að vera aðeins hérna í Doom, hvað heitir það? Doom Parkour. Doom Parkourinu, já. Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. En fyrir næsta fæt eru hrútar með 3 ult og nálgast nanoboosti í 4.
Chris er búinn að halda þessu rýbroti fyrir eitthvað lengi. Já. Ætlaði að koma út bara núna. Himmi með Bofisar sem getur stál punktina nefnd. Narhún nálgast Valkyrie. Það sést þeir eru að íta kartinu mjög langt og eru ekki búin að taka almennilegan bardaga allan hérna 3. punktinn. Algjörlega, Brúnar er komið nanoboost. Shocked og í fellur. Hann teleportar í baklínuna og eldar en hann er stönnaður út úr því. Út kemur lampi samt sem áður frá djöflum. Út kemur nanoboost á Gods. Hann primalar. Himmi tekur út Vinnest. Superbee tekur út Chris. En Guttix tekur út Shaquille með bombu. Gods primalar inn, nær Narhún. Himmi er í baklínunni, nær hann að valda usla. Þetta er æsi spennandi hérna. Guttix er farinn á Sasa hérna. Ætlar að reyna að ná pick-up Baptistin sem væri risastórt sem hann gerir. Núna er það Superbee, hann er með Hænún en hann er líka hálfur í lífi. Nær hann að nota. Vinnest er ennþá lifandi og hann fellur núna og mér sýnist þetta að vera að fara og Djöflar ná að bjarga þessu. Djöflar ná að snúa þessu. Eru þeir að stakkgera Guttix? Nei. Tæplega 2 mínútur eftir. Búið ganga mjög vel rútum, ég verð að segja það. Þetta lítur vel út. Eftir smá hæga byrjun á point 1 þá lítur þetta vel út hjá þeim. Ef þeir geta náð þessu jafnvel yfir 1 mínútu sem væri það bara núna mjög fljótlega. Algjörlega. Það er svona besta staðan sem þeir geti verið í. Shaquille geti farmað grafið og það verður risastórt fyrir þennan fight. Superbee er með Hænúnið. Við sjáum að Gods er með mikla pressu á payloadinu núna. Tankarnir eru Gods frekar low, en Brúnar er að hýla eins og brjálæðingur. Út kemur Window. Með trans. Munum nota það. Út kemur Hænún frá Superbee, nær engum. Tankarnir eru mjög low hjá hrútunum og enda fer Guttix úr Mac sem er ekki gott. Ekki gott, en þeir eru komnir með nanoboost. Doomfist er að fá útið sitt. Þeir eru að vinna ult-bardagan, en Shaquille er komið með Graviton sem er talið eitt af bestu ultum í leiknum. Himmi nálgast Bob. Hvenær mun hann nota ultið? Shocked og Vimy væntanlega að transa til þess að... En Shocked og Vy Þeir nanoboosta! Hann er grafaður. Þeir ætla bara að stoppa Shocked og Vy. Hann fer ekki nanoboostaður inn í baklínuna. Kemur úr transið á frábærum tíma. Frábær trans. Vinnest er mjög low hins vegar. Hann verður að ná að hýla hann gerir það. Að setja fellu, Narhún líka. Og Shaquille að þetta virðist vera að fara í átta hérna rútu fyrir rúta. Nú þurfa að hreinsa til. Baptiste hins vegar. Sasa drepur Shocked og Vy og Vinnest fellur líka. Þannig þeir eru 4 núna á punktinum. Nær að setja að kaupa tíma fyrir liðið sitt til að koma tilbaka. Hann mæna pún. Þeir ná ekki að taka hann en gott primarate sem ítur hann út af. Hann er mjög lágur. Hann styttist í Visor frá Chris. Frábær hýlisokið á Chris en hann er stöðnaður. Hann er Visor í 25 HP. Hvað er að gerast hérna? Þetta er síðast í fightinn. Algjörlega Djöflar virðast vera að ná að snúa þessu við. Að setja keypti gríðarlega mikið tíma fyrir liðið sitt. Og nú fallar hrútarnir einn af öðrum. Ótrúlegu viðsnúningur hjá Djöflum. Algjörlega. Sasa er komin á Lucio-inn, byrjar að valda usla strax. Himmi eldir Vinnest eins og rauðan eldinn, eða hvernig segir maður það, ég veit það ekki. Ég fannst þetta bara gott, hann eldir hann eins og rauðan eldinn. Gods er komin á boltan, hann er tekin út að... Samstundis. Vá. Líkur fight maður. Þetta var eins og ég segi, flottu viðsnúningur hjá Djöflum. Algjörlega. Þetta er bara hvað er í gangi hérna? Gríðarlega spennandi maður. Þetta var allt hérna... var það Shaquille sem kom á boltanum. Það var að setja. Já, að setja, ég veit ekki, sorry ef við erum að bútsera nöfnunum ykkar. Það er bara hérna, verður bara að finna þannig. Já. Og maður heyra eftir leik. Það fáið bara skammir eftir leik. Algjörlega, en ég verð bara, þetta var svakalegu fætana á síðast múntunum. Þetta var að setja sem mætti á boltanum og svo náði Narhún og Valka og við sáum að hérna, hver var það á Soldierinn, var það Chris? Það var Chris held ég, já. Hann náði Helixana í loftinu, það var flott. Já, ætla að últa sem Soldier, var stönnaður að Kree og tekin út. Já. Það var mjög mikilvægt pick. Já, það var risastórt, en þetta hefði alveg getað farið í báðar áttir, sko. Þetta er æsi spennandi, eins og við vorum að búast við að þá er þetta frekar viðureign, sko. Algjörlega. Við sjáum núna að hrútar eru konur á double shield með Junkrat og Soldier, Brig og Bap. Ætli þetta sé logi, dekkjalogi að spila fyrir að Vinnest? Nei, ég segi svona. Kannski nær hann að channela sinn innri dekkjaloga. Það væri geðveikt að sjá. Það væri geðveikt. Ég og Ólafur, við elskum fátt meira en stór rip tires. Algjörlega. Það er geðveikt að sjá. Hvað gerur ef að Junkrat double mænar þig yfir all liðitt og rip tires? Hvað gerir ég? Ég bara... Skýtur að þig? Ég bara deyja þær ekkert sem ég get gert. Bara að set my fate, sko. Við sjáum að Djöflar komið með Echo með Mercy Pocket og Himmi mættur á Sombruna. Já. Þeir ætla þá að taka þetta að vera að reyna. Þetta er svona dive hybrid comp, sko. Algjörlega.
og verður spennandi að sjá hvernig þetta mun ganga á móti double shield. Himmi komin í baklínuna, það er eins og Brúnar sé AFK, hann er það ekki. Heyrðu, Hann er að spæta finnur hann nær næstu í hérna, finnur hann og Himmi fellur. tekin út og Sakila missi mekkið. Þetta væntanlega tefur þá aðeins. Já, en stórt búb frá Asetia en held að skili litlum árangri þar sem þeir mistu 2 menn hérna. Algjörlega. Super B ennþá eftir að ná alveg impact á Echoinni. Já, Hann er sennilega að býða eftir að setja reyna að búpa þeim með niður og það getur verið risastórt. einmitt, eða fara í stórt slam hérna á hægrandinu. Algjörlega. Himmi er komin aftur í baklínuna, Já. eða hann er hérna aftast. Já. Að setja að gera sér tilbúin fyrir búp. Ú, En hann er trappaður hann af er í trappi. Vignest og hann er vantilega tekin út, já. Þetta er einmitt junkratinn, þetta er stór hættuleg, þessar traps. Maður verður að vera mjög vakandi, en maður sér þetta aldrei á gólfinu, sko. Einmitt. Herðu, en Frábært pikk á Sasa, Sasa maður, þetta var eins og hann hafi tekið hérna sinn innur glópa og bara tekið hann út hann. Nei, Já. ég segi það svona. algjörlega, og þá eru hrútarnir einu manni færri hérna í defense og þeir koma inn að fullum þunga djöflarnir. Superbeat tekur út Guttix og þetta er risastórt pikk, þeir missa hérna maintankinn sinn og Shocked OV fellur líka og þeir eru bara að hreinsa upp hérna. Himmi drepur Gods og Superbeat nær Brunari líka, Sakila drepur Chris, Vignest er einn eftir hérna inn í herbygginu, fela sig út í hotni en hann fellur. Þetta var frekar mjög clean hjá djöflunum. Já, Þeir nótuðu engin út, eða hvað, jú þeir workuðu með hérna Nárhún valkaði. já, einmitt. En við sjáum núna að Vignest er komin yfir á Kree, yfir á Cassidy, Já. fannst ekki mig. Já. Þeir eru að nálgast tankúlti sín, að setja þér að valda Ísland á hægrundun. Hann setur niður mæn. Risastóra mæn sem verða að segja að Superbeat tekur út Guttix og Chris en Nárhún fellur hjá djöflunum. Góð lampi, rétt ára hann að vera hakkaður en það breytir ekki miklu. Breytir ekki miklu, þeir falla hérna að setja deyr einhver staðar ef við verðum að valda usla þarna. Superbeam með flott stikkís á Vignest. Hann er mjög low hins vegar, verður hann tekin út? Nei. En er þetta bara Sasa og Superbeat show? Sýnist það. Sýnist það? Vá, þeir eru nú með 4 ult djöflanir Já. og 4 risa mjög sterk ult. Já. Aftur á móti eru hrútarnir með 5 öll. Ok, það er bara... Nei! Hörðu! Sasa Batvingur að translið. Herðu! Það er svona vissi að kameran væri á honum og hann höndlaði ekki. Nei. Já, og mikið pressa þarna, að Og að setja setja fellur. fellur. Vá. Nú ætti Gods að geta tekið gott Sigmaflux út í það er ekki trans til þess að countera það. En Já. Nárhún er hendur að nálgast valkið. Já. Ætla hann pocket það núna. Flottu still. Sasa er low með pocket hins vegar. Út kemur bombar frá Sakila. Nær Brúnari. Og út kemur Koppi. Og EMP. Og hvað er að gerast? Vignest tekur út Sasa. Sakila tekur út Guttix. Gods er að elda bara sinna á hann og rockar hann á nærinni. Út kemur. Út kemur Fluxi. Fluxar hérna, að setja er í fluxinu, þeir verða að reyna að drepa hann. Þetta er mjög stórt pikk, því að setja getur lifað mjög lengi. Góð rock. Himmi mjög low. Gods er að hitta sínum steinum, það er alveg á hreinu. Engin steinar úr glerhúsið þarna. Nei, alls ekki. Chris tekur clean upið á Super B og hérna Sakila. Þetta var gríðarlega mikilvæg bardaði fyrir hrúta að ná að stöðva payloadið þarna og þá geta þeir tekið sér stöðu upp á highgroundinu sem er oft mjög erfitt að brjóta niður þegar allt liðið er komið þarna upp, sko. Einmitt, sérðu þetta, Himmi er komin á þá frönsku, svo franska, svo góða. Já, Örgulega til þess að reyna að taka út Vignest, út af hann er að fá of mikið frífæðir á hægrundinu. já, einmitt. Brúnar er með window, ætlir hann að nota það á hægrundinu, það væri svakalegt dæmi sem getur komið út þaðan. Nákvæmlega. Nárhún er með valk. Og við sjáum Að setja kemur í baklínuna, Vignest er mjög low, hann fær gott heal. Já, en Superbeat tekur út Chris. Veit ekki hvar þetta átti sér stað, en það má ekki líta af Echo í smá stund af því að þetta er það sem hún getur gert. Algjörlega, að setja nálgast mines. Já. Sasa fellur niður. Guttix er orðinn mjög lár hérna fyrir hrúta. Út kemur lampi. Út kemur lampin og Guttix fellur. Og Brigg Sasa er að díla frábært damage á hægrundinu. að setja, þeir bara falla allir hérna. Sýnstu að vera fyrir eitthvað clean fight. Á hverju 5 sekundar kafla, en enn og aftur eru djöflar að fá bara mjög gott opening pick. Þannig að hrútar neyðast til að taka fightinn 5-6 sem er náttúrulega strax bara algjör disadvantage, sko. Þannig að ég veit það ekki. Vignest er hérna seinna úr spáni. Sasa tekur hann út. Já. Frábært skot hjá honum hana. Sjáum að Sasa er með trans fyrir næsta fight. Sakila með bombu. Super B nálgast Koppi. Já. Aftur á móti eru hrútar með Bob og glugga og nálgast bæði tankuldin. Það verður
örugglega mjög mikið að gerast í næsta fight. Nákvæmlega. En við sjá... Sasa reynir hérna að ræklikki hjá Sen. Já. Þetta Gæti tekið út Viddóna sem hann í baklínu, hann verður að passa sig. Já. Það er náttúrulega 2 skildir hann fyrir. Chris nær himma. Chris vinnur Viddó-dúelið. Rútar að spila double sniper með double shield. Já. Double, ég veit það ekki. Við sjáum að djöflar eru komnir hérna á high groundið vinstra megin. Superbee tekur út Vinest. Út kemur bomba frá Sakila, nær engum. En Sasa er mjög low. Sjáum að Superbee er að valda usla enn og aftur á þessari Echo. Það þarf að respekta hana. Guttix tekur út Sakila. Mér sýnist djöflar að þeir þurfa að bakka, algjörlega. reyna aftur. Þetta munaði litlu að Chris hefði náðan. Mjög tæpt. Út kemur Trans og Sasa. Þeir hljóta að fara inn eins og brjálæðingar núna. Að setja er að pressa Widowmakerinn, Chris á Widowmaker. Nær ekki, nær hins vegar vennumennir hans. Út kemur Flux frá Gods. Nær Mercy. Vinist tekur út Sasa, engin supporter fyrir djöfla. Ok. Frábærlega varist. Þetta er bara að fara að vera mjög spennandi hérna. Algjörlega. Hrútar er með 3 ult, þeir notuðu 3 ult síðasta fæti og eru með 3 ult eftir. Aftur á móti eru djöfla með 2, en 2 mjög sterk ult. Þeir með Valk og Copy. Spurning hvað Superbee mun Copy ætla að verði Sigma, líklegast til þess. Já, það er oft mjög sterkt. Ég hef séð mikið Copy og Rísu líka. Vinest er í hættulegu stöðu, Já. en nær að bakka. Superbee er low. Neyðir báða DPS-ana hjá djöflum niður. Út kemur Wolf, Messi er mjög low, en Hann kopjar þess. Út kemur gluggi. Risa Dynamít, hann er komið Bob. Senda hann innvinnu. hann kemur inn, hann er damage-boostar, út kemur Rally hjá Shocked. Sasa tekur Chris. Hvorugt liðið með Widowmaker akkurat núna. Þetta er 5 á móti 5. Þeir drepa Bob innan Superbee. Hann er að fá annan. Skiptir engu máli en hann dettur úr Copy. Superbee far bara beint í andlitið á tankunum. Já. Út kemur Supercharger frá Guttix. Þeir skiptast á pikkum hérna. Þetta er enda mjög jafn. Þetta getur farið í báðar áttir. Sakila er hérna fyrir aftan þá. Sasa mjög low. Og Narl. Mercy líka low. En Superbee er í baklínu. Nær hann að taka út Widowmakerinn. Ég veit ekki. Þeir eru að reyna sitt besta allavegna. Þeir eru 2 eftir á kartinu. Vinest með 2 pick á Echo og Messi. En Himmi svarar aftur á móti og Nú er bara gott eftir. Guttix er að reyna sitt besta hérna. Kaupa tíma eins og að setja gerði. Þetta virðist vera að loka bardaginn, Ólafur. Guttix heldur lestinni áfram. Hann reynir að falla ekki og Sakila falla báðir. Þeir falla báðir. Það er enginn að snerta punkti núna. Núna þurfa þær að fara Mines er þarna vinstra megin. Stöðva brunar að koma út að snerta. Vinist nær Sasa. Hann bombar, hann er að bomba. Hvert verðindar bomburinn? Er hann á kartinu ekki? Nei, hann er það Mér sýnist ekki, en það er að setja. Sakila. Hvað er að gerast? Ingo, ég veit það ekki. Það er mjög erfitt að sjá það. Þetta er bara pick fram og tilbaka hérna. Komið í overtime. Shocked og við fellur. Það er að duga að drepast hérna núna fyrir bæði lið. Út kemur Trans og Sasa á frábærum tíma. Þetta er risastór transcendence. En Vinest tekur út Superbee. Þeir ná 2 pikkum satt sem áður. Rútarnir. Sasa mjög low. Sasa mjög low í baklínunni. Sasa er tekin út. Hann fellur, það er bara bolt eftir. En Brúna dettur út á móti. Chris fer í átt á Widowmakerinn. Það verður að stöðva þessa Hann er Widowmaker. inni. Shocked og við nær Sakila. Hann nær henni. Það er bolti á pool. Að setja er mjög lár nær út Mines. En hann fellur og þetta virðist fara í átt fyrir rútana. Wow. Í líkur endað fætt. Wow. Þetta fór bara right down to the wire. Ég vissi ekki hvað djöfulinn var í gangi á tímabili. Þetta var rosalegt. Sasa play of the game. Takkilega að sjá þetta. Já, við sáum einn POV þess að hann. Dílar brjála damage þarna. Já. Gott headshot þarna maður. Já. En ég er í spennufölli maður. Wow. Þetta var rosalegt. 17 mínúna Hollywood leikur. Þetta var rosalegt. Wow. Ingo. Já. Þetta var svakalegt. Þetta var leikur á Overwatch sko. Eins og þetta á að vera að spila. Og núna er bara 1. Game on. Game on. 1-1. Game on. Já. Þetta er það sem við viljum sjá. Við viljum sjá spennandi leiki hérna og ég held að við séum komnir með eitt hannig sko. Algjörlega. Þetta er fólk er að fá hérna almennilega leiki beint eða á laugardagskvöldi. Hvað er betra? Ég veit það ekki. Ég skal segja hvað er betra. Horfa á 2 æsi spennandi leiki af Overwatch. Ókei, já, það er hárið rétt hjá þér. Því að við erum með pakkaða dagskrá. Algjörlega. Það er hérna leikur klukkan 8 eftir þessum, en við skulum ekki vera að tala um það áður en þessi klárast. Algjörlega. Verður spennandi að sjá hvert við förum næst.
Þetta var ótrúlegt í rauninni. Bæði lið áttu erfitt með að klára mappið. Út af að þetta var bara mínútu loka fight Já, í bæði skiptum. Já. Sjöld var þetta klikkað maður. já, og bara bæði lið örugglega búin að halda þessu búin að vinna á einhverjum tímapunkti. Já. Sem kemur einhver eitt bolti og lifir hérna bara í 10 sekundur og finnur algjörlega. vonin að hverfa, sko. Ég lenti í þessu margoft, þetta er ömurlegt, sko. En En aftur múti geðveikt að vinna svona. Já. Þannig að það er bara fátt betra. Og núna núna fá djöflar að velja mapp. algjörlega spurning hvaða mapp þeir velja. Já. Þeir sé með eitthvað heimamapp. Já. Ert þú með eitthvað uppáhaldsmapp, Ingo? Er ég með eitthvað uppáhalds mapp? Mér langar að segja Oasis út af því að ég Hey. get spilað Doomfist á því þegar ég er að spila DPS. Við erum að fá þær fréttir að næsta mapp er Hanamura. Þá eru að fara beinustu leið til Japans á heimastað Genji og Hanzo. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt. Þú ert væntanlega búin að sjá þarna Overwatch Cinematic-ið þarna. Tveir dregarnir með Já, Two Dragons. það er rosalega nett. Það er svakalegt sko. Það er one of my favorite. Hvað er þitt uppáhalds cinematic? Það sé ekki bara það. Það? Eða Reinhardt var frekar cool. Já, Reinhardt var mjög nett. Það var hann Þegar hann fórnar sér og super eitthvað. krakt sko. Já. Ég þarf að endurhorfa á þetta, maður. Já. En ég Langt síðan að koma ekki Cinematic. Já, rétt. Það er bara langt síðan að koma eitthvað, sko, en við tölum ekki það. En næsta mapp er sem sagt 2CP mapp, þar sem lið þarf að ná 2 svona punktum. Þetta er oft mjög erfitt og eru oft mjög kaotíski leikir á þessu mappi. Hanamura, þetta er mapp sem ég persónulega fíla ekki mjög mikið. Já. Slegilegt að spila það. Við spiluðum það saman í gær akkurat. Já. Mjög mikilvægur leikur Já, fyrir mig og já. við töpuðum því. Eins og, Ég er smá súr eftir Já. það en Hanamura, það getur verið gaman að spila Hanamura já, aftur á móti. já, það getur verið gaman og sérstaklega það getur verið mjög skemmtilegi leikir, sko, eins og ég vona að við séum að fara að fá hér. Ég bara 100% viss. Þetta verður eitthvað súper spennandi. Já, og við sjáum að djöfla velja mappi, sko, þannig að þeir hljóta að vera með eitthvað plön. Straight up. Ok. Ég held að við séum bara klárir að fara, sjá hvað Algjörlega. gerist. Ok, Ingo, segðu mér hvað hrútur er að fara að taka núna. Sko, hrútarnir eru að halda sig í komfortinu, svolítið. Þeir eru með Dífuræn, Guttix og Gods á því. Chris er á Symmetru, Vinest á Mei, Shocked á V á Lucio og Brunar á Baptiste. Og þegar maður spilar Symmetru á þessu mappi, hún getur teleportað, búið til teleporter fyrir alla. Þá er maður ofta að reyna að teleporta á punkt eða koma sér eitthvað vel inn af því þið sjáuð þarna hurðina sem er á skjánum ykkar núna. Það er mjög erfitt að labba þarna í gegn, það er mikið damage sem flýgur þarna í gegn og þeir reyna eitthvað þannig. Akkurat. Djöflar eins og er með Mei, þeir ætla að reyna að walla eitthvað off í chokinu. Himmi er á sinni ass með Narhún sem pocketan. Frekar straight komp hjá djöflum, reyna að halda fortinu en nú kemur úr teleporterinn. Hvert fer hann? Teleporterinn frá hrútum, hann fer beint á punkt. Shocked á V missir á honum. Henst ekki í teleporterinn og fellur þar hann leiðandi. Þeir ná strax tikki á punktunum. Það er rétt, en þeir eru án Lucionsins og Gods er fallinn. Himmi er að frífæra í gegnum choki á punktunum. Já. Og að setja bara cleanar þetta upp og þetta er alveg eins og fyrsta hættin aðan í rauninni, sko. Já. Að setja bara komið sjattin næstu í. Já. Brúnar hoppar á mappinu, taktískt ákvörðun. Já, til að bara joina restina af liðinu sínu. Vinest er komin yfir á Tracer. Já. Sennilega til þess að reyna að valda einhverjum usla ekki í TP-inum. Nei, hann er komin aftur á Mei. Hann er komin á Mei. Þeir ætla að reyna aftur að teleporta. Að setja lappar inn og Shatteran 3. Út kemur lampi. Þeir nota lampan snemma, risa fægistræk aftur í að setja. Guttix missi Mekk. Nær Guttix og Mekk, en að setja er orðinn lágur, getur ekki verið að sveifla. Engin skuldur á að setja. Gods er fellur líka. Tekur út Gods. Og hann er ekkert hættur, hann er bara að byggja annað Shatter hérna. En Chris er komið með örbylgjónin, ætlar að reyna að nýta það? Ég held það. Hann verður að passa sig, hann getur ekki verið alltof aggressífur. Ef hann lappar of langt út, þá er hann bara dáinn. En Himmi tekur út Vinest, hann er... Hann er að setja og sjáum hann! Shatter er aftur. Þeir þurfa að eyða lappa samt sem áður, sem er ekki gott. Og út kemur Gott fellur í miðju Shatteri. En Chris og Guttix er að gera hluti, drepa hérna Narhún og að setja. Þeir skiptast á pikkun, enn og aftur, það er 4 móti 4 núna. Út með bomba punkt, Guttix er low. Sakila, hann bombar til þess að halda mekkinu. Sýnist djöflarnir vera að lifa af aðra árás Hrúta Academy. Bob
er að hitta skotum, Himmi er að hitta skotum. Asetja er farinn af Reinhardt komin á ból. Sennilega til að reyna að vera fljótið tilbaka. Já. Við sjáum hins vegar að bæði supporternir hjá Hrútum eru konum út í sitt. Já. Guttix er að nálgast bombuna, eiginlega komið með hana. En Superbee er með Mayotið. Það getur verið algjört vesen að redda sér út í. Já. Sérstaklega er þetta að fara að típi allt liðið á sama stað. Já, einmitt. Gods-skjöldurinn er brotinn. Já. Þeir náðu það væntanlega ekki að típja alveg strax. Þeir verða að bíða aðeins. Þeir þurfa að bíða. Superbee er lár. Það var að reyna að hitta ekki gluggan. 39, út kemur teleporturinn. Hann fer ekki mjög djúpt inn, en þeir eru samt sem áður komnir í gegnum chokið. Út kemur Mayul. Sakila dettur úr mekk. Sjokk tekur bítar alla í leiðinu sínu. Út kemur bombar á Guttix. Gods nær Superbee. Hvað er að gerast hérna? Þeir eru með 2 pick Hrútar Academy. Sjokk Þrjú með pick. risa búba að sitja út á mappinu. Og Gods tekur Sakila. Þeir virðast vera að ná punktinum hérna. Himmi nær brúninni, það getur ekki verið stórt út af því að allt liðans er fallið. Já, og hann Sjokk fellur tekur hér. út eitthvað rollout. Sjáðu manninn, hann er eins og einhver Lamborghini bíla sem Lucio. Nákvæmlega bara driftandi hérna. Dreipandi mann og annan. Þeir virðast vera að fara til vinstri. Þeir þurfa væntanlega að bíða eftir brúnari sem fekk bad spawn. Já. Sjáðu manninn, hann er alveg farið í Lucio-surf, það hlýtur að vera. Já, og við sjáum að hann er mjög kurteis og fer á nær í hann, eitthvað sem þú gerir ekki. Nei, ég þarf að aðeins með hans í því. Já, ég fæ aldrei far hjá þér, nei. Við verðum að emda seinna. Já, Lýsmundi. já, það verður tekið fyrir. Vinnist volar gluggan, Superbee er komin yfir á Junkrat, Þeir með teleporturinn. Teleporta beint á punkt, þeir eru lágir. Og út kemur gluggi hann ofan á, þetta er skemmtilega spilað. Þeir verða að halda sér á lífi eins og það er mikið damage sem komið átt af þeim, en þeir eru líka að díla mjög mikið damage. Þeir nota báðir lampa, út kemur Mayur. Þú eru vinnest, Superbee lendir í því. Hvað er að gerast hérna? Út Mayur kemur bombapunt, þeir verða að drepa hann strax. Út kemur bomban líka. Sjokk nær rétt að koma sér inn fyrir vegginn. Guttix er fallinn. Sakila nær remake killi og Krissa. Þetta er frábært. Himmi tekur Guttix út. Þetta byrjaði mjög vel. Út kemur Pete, það er ennþá von í þessu fyrir rútana. Þeir þurfa að fara að drepa eitthvað núna. Að setja lár, engin gluggi. Engin gluggi, Sjokk dreipur að setja en þeir missa brunar, rútarnir. Og þeir missa Baptistin sem er ekki gott. Tracer og Dívar að koma vinstra meginn frá. Einmitt. En ná þeir að lifa nógu lengi, þá til að hjálpum berst. Mér sýnist ekki. Punkti, nei, Superbee nær þessu og Superbee er komið með Riptide fyrir næsta fætt. Frábærlega komið tilbaka hjá djöflum. Þetta byrjaði frekar illa þar sem dóu 2 liðsmenn. Algjörlega. En þeir ná hérna að rétta kjölinn og hérna bjarga sér hann. fellur út á hræðilegri tímasetningu með einhverju random sprengju frá Superbee. Allir lendi í þessu, þetta er ömurlegt og þeir verða þá að bíða meintalega aðeins. Chris er kominn yfir á Widowmaker. Ennþá meira stakkaður, Guttix þurfti að fara út á mappinu til þess að fá merkið sér tilbaka. Við sjáum að Superbee er með Riptide, dekkið fræga. Dekkjalo er veintilega að horfa á þetta og fylgjast með hvort hann sé að gera þetta eins og hann á að gera þetta. Að setja mér Shatter, Nárhúni með Valk og Sasa er með 4 út djöflanir og nálgast hinn 2 þannig en Vinnist er að fá út kemur gluggi frá Sasa. Engin fellur, jú Brúna fellur. Brúna fellur og það er alltaf, og Shatter! Risa Shatter á að setja, hann Shatter að vegginn. Hann Shatter að vegginn, Big Shatter eins og ég segja. Hann er mjög lár, en Sjokk og Vífur á að passa sig, það er Junkrat trappanna. Við sjáum að Vinnst er að reyna að ná tikki á punktinn, gengur ekki, það er 1 mínúta og 24 sekundur eftir. Þeir notuðu engin út, hrútarnir. Wow, og Chris nær dífamekkinu. Sakila verður bara að hoppa af mappinu, held ég. Líkur að gera það. Hann gerir það. Bye bye. Núna eru hrútarnir eins og konum með Mayult, Shatter og Divabomb. Sakila er líka með bombu. Þetta verður heldur einhver svakalegur úlpardæg. Er þetta síðasta fætinn? 1 mínúta eftir? Sko, já. Eiginlega. Þetta er það. Ég myndi halda það. Út kemur Riptide, nær engum. Nær engum, en þeir þurfa að setja fellur. Og Sakila borða Mayulti sem er risastór. Sasa fellur. Chris fellur aftur á móti. Að setja fara res. Út kemur Bob á punktinn, Himmi. Bob á punktinn, það er mikil pressa. Gods tekur út Superbee. Það eru pikk í báðar áttir eins og er alltaf að gerast hérna. Sjokk og við bítar, frábært bít á gríðarlega mikilvægri tímasendingu. Einmitt. Himmi er lár en hann er með Mercy Pocket og mér sýnist Guttix verið í vesinni með að ná að drepa hann. Guttix er bara að reyna að loka á þetta, hann getur ekki verið frýr hann uppi. Gods fellur og þetta virðist vera að falla aðeins hjá hrútunum. Já. Eða hvað? Er Chris að fara að ná einhverjum?
Ég veit ekki, þetta lítur ekki vel út núna fyrir Hrúta Academy. 10 sekundur eftir, 10 Vinest sekúndur fellur, eftir. gott fyrir yfir að bolta, Supermípum 2 pick á frábæri tímasendingu. Falla einn á öðrum hérna. Nær einhver að snerta. Kannski það ból. Frábært shutter hjá að sitja, nær. Hann ætla bara að neita Gods snertingu. Kristi ykkur út Sakila, en það virðist ekki gera nóg út af því að hann nær Sasa líka, en aðja. Frábært defense hjá Djöflum. Gríðarlega sterk vörnin maður. Sko, Hrútar Academy voru að reyna að pussa inn saman sem ein heild. En á meðan voru Djöflarnir sko út allt. Það var Ash á highgroundinu og það var Junkrat einhvers staðar lengst til hægri að spamma inn sko. Það var svo Baptist á hinu highgroundinu og var eitthvað algjört vesen. Þetta var pressa úr öllum áttum og erfitt að brjóta niður þessa vörn. Bara virkilega vel spilað á Djöflum og fín tilhörn hjá Hrútum Academy. Það er alveg augljóst að fyrst að Djöflar völdu þetta mappa, þeir hafa verið að æfa það. Já, og það sást svolítið á allavega þessu varnarsettupi að það er greinilega búið að pæla eitthvað í þessu. Algjörlega. En já, verður spennandi að sjá hvernig þeir eru í að takka á þessu mappi. Nú er bara hálfi sigurinn unnin sko, maður þarf alltaf að ná fyrsta punktinni sko. Já, það er stórt að hafa náð fyrsta punkti sko. Af því að það er alveg hægt að full holda hérna sko, bara ekki gefa þeim einu sinni fyrsta punkt sko. Algjörlega. Maður hefur séð það gerast. Það er möguleiki á jafntefli núna ef að þennan haldið út. Já, það er bara meira overwatch fyrir okkur sko. Algjörlega. Vinest er á Junkrat á defense, svo er Chris ekki minnit Messi Pocket. Shocked og V er ekki á Lucianu sínu fræga, heldur hann er komin á Brigitte. Já. Double shield, þeir ætla bara að halda the fort, bara kastalinn einhvers staðar. Já, einmitt, mikið að skuldum. Djöflar ætla að fara í Rein Sariu, smá old school dæmi sem ég elska. Reaper May, Lucio og Baptiste, þeir vilja komast nálægt inn sko. Þeir eru að taka svona rush dæmi á þetta. Einmitt, svona rush komp og hérna, það getur oft reynst erfitt sko þegar þeir eru með svona marga skildi og spila langt í burtu og eru með pull og út kemur veggurinn, báðir tankarnir á Hrútum fara niður. Flott rotation, þeir verðast alltaf að taka high groundið hérna. Og hérna bíða þeir bara eftir May-vegnum og hlaða skildi og bara bíðanglir eru ready. Hrúta geta ekkert gert við á þarna inni. Mjög vel plan frá baða búblun hérna á Sakila. Já, en þá bíða þeir bara rólegir. Akkurát. Þeir eru ekki að byggja neinn ult, eða það er nú eiginlega... Nú kemur út! Nú kemur öllið, þeir vilja fara djúpt inn í þá. Valdavisla. Þeir skipta á pikkum hérna. Himmi tekur Chris, Shock tekur út Sasa, Sakila drepur Gods og Asetia drepur Shock og V. Þetta lítur vel út fyrir Djöflarna núna. Við sjáum hvað gerist, þeir eru með frábært pikk en Hrútar eru búin að vera að ná einhverjum tilbaka. Það er bara Guttix eftir á punkti og þetta er bara fyrsti punktu kominn fyrir Djöflana. Clean swipe, já, mjög vel gert. Þetta var mjög clean push. Algjörlega. Það bara er augljóst að þeir eru búin að vera að æfa á þessu mappi og hérna, maður sá það, þetta rotation var mjög clean og engageið var það líka. Hrútar að fara í mjög taktist núna, fara yfir í Mercy, Bara, duoið út af því að þeir eru varla með einhvern hitscan. Það er eiginlega bara Baptiste sem ætti að geta náð henni, nema Superv sé hellaður á. Já, geti hitt þessum right clicks. Þeir rassu punktinn, þeir eru bara og þeir þurfa að snerta. Chris tekur út Narhún. Asetia er að nálga sjátturinn. Þetta eru góð picks fyrir Hrútana núna, þeir eru að verjast vel hérna. En tankarnir eru enda á lífi og eru að gera valdavisla hérna. Asetia fellur. Guttix er eitthvað að snerta punktinn. Það er Baptiste uppi. Brunar er að halda honum á lífi hérna. Þeir þurfa að taka út Bruna. Nú er kominn Tracer. Ætlar hann að grafa? Nei, hann hlýtur að bíða með, eða hvað? Já, hann bíður með það. Þetta var alveg virkilega tæp. En það var hann að Guttix og Brunar voru eftir á lífi og þegar það er Baptiste að hýla einhvern tank þá hérna... Er eftir að drepa hann? Já, það er það. Algjörlega, en við sjáum hins vegar að Djöflar eru konið með Graviton Surge og hinn er að nálgast Reaper-ultið. Það er að gera einhvern anskotan með því og þau þurfum alltaf bara að ná einu tikki. Þetta er 1 teamfight. Já. Guttix sem er supercharger, Brunar er með glugga, Vinest er að sækja dekkið. Við sjáum líka að Super B nálgast May-ultið og það er svakalega gott kombo að nota grafið og May-ultið. Það voru allir fastir inn í May-ultinu sko og frosna bara þarna. Gott fellur næstu í, en þeir ná að svara með miklu damage frá Junkrat og Föru. Enn og aftur eru DPS-arnir hjá Hrútum Academy að ná sterkum pikkum mjög snemma í fætunum. Vinest fellur en hann drepur að setja með Total Mayheiminu. Þarna... Það var allir lent í þessu líka, þetta er ótrúlega súrt. Chris, hann er svo Yassan á þessari Föru. Besti fararfleygur í heiminum, eða hvað? Já, jú, gefum hann það. Já, gefum hann það.
Flott vörn hjá hrútum, Já. 4 mínútur eftir, þeir geta alveg haldið þetta út. Chris og Vinest eru með svo svakalega mikið damage og mikið burst damage að ef þeir eru svona þéttir djöflarnir eins og þeir eru, geta það bara verið að spamma sprengjum að inn, skilur, og það er svo gríðarlega mikið damage að bara stundu geta að ná svona góðum pickum eins og þarna. Þeir drepa 2 áður en fætin er byrjaður og basically búin að vinna teamfætin áður en hann byrjar. Algjörlega, það er á hrétt hjá þér. Hrútar eru konið með 5 ult og djöflar eru sem með Mei og Graf, nei, með Mei-ultið og Graf, þannig að þetta verður einhver svakalegur fæt. Já. Út kemur dekkið. Út kemur dekkið, en það er fægistraka að setja, vel gert. Þetta er mikilvægt. Þetta er detrimental öll. Nú kemur össið. Það kemur út Graf. Wow! Hvað? Þeir bara hurfu! Þetta var bara Rössið var of sterk, Grafið var of stórt. Chris reynir að fara ölta hérna til að bjarga ykkur, en Þeir komast ekki að punktinn og djöflarnir ná þessu. 2-1, djöflar. Vel spilað. Vá. Vel spilað. Ég eiginlega bara mistaði þessu, þetta var svo fljótt að gerast eitthvað. Þeir drápu bara 3 inn að blink of an eye. Já, þetta var Grafið og þeir hurfu. Algjörlega. Sjáum play of the gameið að setja. Hann er algjört menace á þessum Rein. Algjörlega. Gott shard, tekur út Gods. Já. Reindiff, segja sumir, ég veit það ekki. Já. Swingar bara með heal. Wow. Hvað er hættulegur en einhver þýskur brjálæðingur að swinga á því, sko? Eitthvað bara 500 kíló að 3 metra maður með hamara að valda usla. Algjörlega. Já, þetta var bara frábærlega spilað hjá djöflum. Þetta var það. Það var svakalega spennandi hérna. Þeir voru með 5 ult hrútarnir en náðu samt ekki að halda þessu alveg. Nei, en það bara, Rössið var á sterkt og Too strong og uppáhaldsmómenti mitt í þessum leik var eiginlega að setja hjóla inn í og bara byggja upp 2 shatter á 30 sekundum og Já, það í byrjun. Já, í byrjun, það var magna. Þetta var eins og þú veist, já. Það var bara eins og það er ekki til orð að lýsa þessu vel. Við skýrum þetta bara að setja. Já, þetta var bara að setja play. Hann tók að setja play. Já, ég fíla það. Það ekki? Jú, en ég bara, nú fá hrútar að velja mapp og það verður spennandi að sjá hvort það getur komið tilbaka. Ég vil persónulega fara í mapp 5. Samhér. Fá þetta í 2-2. Algjörlega. Þeir náttúrulega með ekki velja 2CP aftur, þannig að spurning hvort það verður eitthvað svona classic mappi svo Kings Row. Það væri geðveikt að sjá Reinhardtana fara head to head í Kings Row að því að það sést á þessum liðum þau eru þægilega á Reinhardt-kompunum og eru spilaði mjög vel, sko. Einmitt. Og hvað er betri staður fyrir Rein Showdown heldur en Kings Row? Já, beint í Breitlandi bara. Já. Ég væri persónulega til í það. Við sjáum bara til hvað mapp þeir velja, en ég held að við ættum að fá eitt highlight-vídeó. Algjörlega. Til að aðeins koma okkur í gýrin. Já. Hydration check. Hydration check líka og highlight-vídeó. Fáðu ykkur vatn. Fáðu ykkur vatn með highlightinu, ég mæli með. Algjörlega. Ég ætla að búa með mitt en það er að ég er svo góður í þessu. Það? Já. Fáum highlight. Sjáum þetta smá. I'm so sad if I show my feelings for you. Need to know what you're feeling, I'm so sad if I show my feelings for you. Can you feel me?
kominn aftur. Þetta var rosalegt highlight. Einmitt. Ég vona að allir hafi fengið sér vatnssopa yfir því. Já, Það er ekki. mjög mikilvægt. Hydration check. Hydration check. Við erum hérna talsmenn þess að drekka vatn. Einmitt. Heilaða tvennan, ekki þrennan. Heila tvennan maður. Eins og Óli kom inn á hann. Já. Við vorum að hóða fréttir að við erum að fara til Nepal. Já. Nepal er vantilega bara í Nepal. Já. Nepal. Hvað er líka í Nepal? Mount Everest. Það er hárrétt. Já. Ég fór daginn. Já. Mount Everest. Everest. Er það? Já. Ok. Og það var bara frekar næs, sko. Já, bara solid. Já. Já. Ég er bara eitthvað rugl, sko. Bara eitthvað steipa. já, Bara djamferð eða? Nei. Bara líka með sál og allt það, sko. Já, það var svona spiritual Já. journey. Setti mynd af Exi-logoinu upp á toppinn. Það er bara Exi-flaggið Já. þarna upp á þetta. Nice. Algjörlega. Það er geðvægt. Já, það er sem sagt, við förum aftur í Overwatch, förum frá Mount Everest. Fyrst að þessu Everest maður. Já, sleppum því. Það er sem sagt sub fyrir Hrúta Academy. Það verður spennandi að sjá hvað hann getur gert. Algjörlega. Hrútar með sub, það hlýtur að vera bara að þeir eru brjálæðir og vilja sigurinn. Já. Já, predictions in the chat. Hver tekur næsta map? Já. Þeir eru í map 5 eða ekki. Já. Það er spennandi að sjá. Ef við ekki bara að skella okkur í Nepal eða? Algjörlega. allan Hvað er Nepal á svona, hvað rankar það í King of the Hill mapum, svona control? Númer 3. Ok, hver eru hinn tvö? Put me on the spot hérna. Oasis Ok. er númer 2. Nei, Oasis er númer 1. Oasis er númer 1 og Busan númer 2. Já. Ok. Djöflarnir eru ekki alveg klárir. Vorum að fá þau skilaboð. Já. Hugsanlega gera númer 2 eða eitthvað, ég veit ekki. Hvað heldur þú? Ég held það, sko. Ég held það. Eitt tvistir, það er bara respectable. Eitt tvistir heilaða tvennan, eins og þú nefndir á hann. Vá, það er alltaf mikið að heilugum tvennum hérna. Ég veit það. Þetta er rosalegt. Þú sagðir Oasis og Busan. Busan, já. Ég er á móti Busan. Hvað sagna? Því að þegar það kom út þá held ég að við tapað bara fyrstu svona 15 leikjunum þegar í Busan. Aha. Já, en ég veit ekki, kannski er ég bara eitthvað lélugur á því. Já, ég veit ekki. En ég meina að þú ert að gleyma Lijiang, það er að mörgum talið uppáhaldsmappið, sko, þannig að... Ég ætla að koma með bara sjóðandi heitt take og minnst Lijiang ekkert það skemmtilegt mapp, sko. Ok, Já. það er svona aesthetically pleasing. Já, gaman að horfa það. Dimmt og eitthvað svona Já, cozy. cyberpunk litir og eitthvað svona. Mjög cozy að bara horfa það, skilur við, Skilur en mér finnst ekki gaman að spila því, allavega. Ok, skiptir ekki máli lengur, við erum að fara til Nepal. Já. Það er hægt að gera marga hluti, það er eitt mapp sem er náttúrulega þarna inni. Já. Það sem er hægt að búpa, en við erum víslega ekki að fara í það núna. Núna að fara í Shrine, skrínið. Við erum að fara í Nepal skrínið í Nepal. Já, og það er bíllinn góði. Bessi er kominn inn, staðinn fyrir Chris. Já, það var hérna söppinn sem við ræddum á hann. Og hann virðist vera á Cassidy. Já. Við erum að sjá Symmetra og Cassidy, Rein Diva, Lucio, Bap. Fyrir hrútana og fyrir djöflana eru þeirra á Ball Divu, Cassidy, Tracer og Mercy Anna. Sjáum að djöflarnir eru að fara svona svolítið öðruvísi take á þetta. Algjörlega. Eru að fara svona disrupt, að setja allar að valda usla eins og hann hefur verið að gera alla viðureign og á meðan hrútarnir eru með Ræninn, sko. Algjörlega. Gods charta þessu punktinn eins og engin morgundagurinn. Taka plásið. Gods er að labba hennin, hann er mjög aggressífur og við viljum sjá það. Á meðan eru djöflarnir að spila svolítið hægt. Risa neitt frá Sasa. Það eru 3 hjá hrútum neitaðir. En Asetja fellur. Bessi tekur út Asetja, þeir vantar eitt tank. Það er aldrei gott. Góð byrjun fyrir Bessa, hann er líka mekkjunni á Sakila. Já, Bessa er að koma sjóðandi heitur hérna inn. Guttliks tekur út Himma. Fyrsti bardagi fyrir hrúta eru búin að ná punktinum og prósenturnar eru byrjaðar að tikka. Sakila nær Rímekil og sjókt og við. Þetta hlýtur að vera komið einhvern veginn í highlight-vídeóinu seinna. Já. Ingo, þú varst náttúrulega Rímekkilar daginn. Skulum ekki tala um það. Og þá eru djöflar að... Ok, Bess er að nálgast hæð nú. Brúnar er komið með Window.
Narhun er eins og að nálgast, báðið supportarnir á djöflum er að nálgast útið sitt. Já. En við sjáum að Shatter, gott sem er Shatter og þetta getur verið mjög stórt. Við sjáum að djöflarnir eru komnir yfir í Reinhardt aftur og Shatterið er stór. Bessi tekur út að setja kjölfa Shattersins. Hann nær neitunu, Sakila missir mekkið. Missir mekkið og þeir eru að pússa hérna inn. Guttix, villblóð, brjálaðir hérna, eldir það inn. Þeir þurfa að bakka djöflarnir. Það byrjar ekki vel fyrir djöflana. Heldur betur ekki. Við sjáum að hrútarnir, þeir notuðu einungis 1 ult til þess að vinna hann fætt. Gríðarlega sterkt. Þeir eru með 5 ult á leiðinni. Eiginlega sjótt að við erum að nálgast. Guttix er slípaður og risa neitt, hann missir mekkið. Lífið hans hverfur alveg þarna. Hann bombar það nær engum og nú eru þeir einum færri Hrútar Academy. Sjáum hvað gerist hérna. Þeir eru með góða öll reyndar. Kemur pulsebomb nær engum. Nano að setja nær út Bessa. Nano Vald kemur út hjá djöflunum að setja nanobústaðir að reyna að valda einhverjum misla hérna. Hann fellur hins vegar, Gods nær honum, Sakila nær Gods hins vegar, Himmi tekur út Vinest. Útkom beat frá Shock2V, er þetta winnable fyrir hrútana? Ég veit það ekki. Ég held þeir þurfa að bakka. Þeir hljóta að bakka. Djöflarnir eru komnir með punktinn. Hrútarnir náðu góðum 70% hann á. Algjörlega. Þeir notu bæði support ultin og tracer ult. Þeir eru með 3, þeir eru með Shatter, Bomb og Hænún. Já. Brúnari sem að glugga, Bessi með Hænún líka, risa neitt frá Sasa enn og aftur. Stór. Allir í liðinu eru low. Að setja fellur hjá djöflum, þetta er ekki gott. Aldrei gott að missa Reinhardt sinn í Reinhardt. Bombar á Sakila, nær engum, Bessi tekur út Himma. Sýnist hrútarnir vera að taka hana fight, eða hvað, Super B low. Við sjáum að Sakila missir mekk, þetta er bara clean sweep held ég, þessi fight. Sasa með nanoboost, Himmi með Hænún fyrir næsta fight. Enn og aftur eru Hrútar Academy að nota ölti sín gríðarlega vel, er að vinna bardaga með bara einu ölti á meðan djöflar þurfa að eyða fleirum sko. Algjörlega, Narhun er komin yfir á Lucio, nú er þetta bara mirror comp. Þetta er bara rush v rush, nei, þeir eru utan Unnu og Baptiste. Hvernig misti ég það því, ég veit það ekki. Eitthvað að laga sjónuna. Já. Gods er með, nú kemur út Shatter. Nanobústi og spýtir og Shatter hjá Gods. Er þetta greið? Bessi tekur út Himma. Bessi er stökkaður en hann deyr og Gods fellur. Herðu, djöflar eru að ná að snúi sig við. Vinest tekur út að setja með pulsebomb. Sakila tekur út Guttix. Super B eltir bappinn. Þeir ná honum niður, en Vinest tekur út Super B. Frábært vonkli. Já, þetta var frábært. Vinest er 4 halda-punktur, menn hann fellir loksins og djöflarnir taka punkt. Okay. Frábært stun Shatter hjá Hrútum Academy en vel gert hjá djöflum að ná að snúa þessu bardaga við. Algjörlega, það var ótrúlega hvernig hann á því. Guttix er low. Hann er mjög lágur, hann þarf að passa sig hérna. Hann vill ekki missa mekk snemma í fætinu. Shock2V nálgast beat. Þeir hljóta að fara in-gate eða fara í fætinu og beata síðan. Ég held það, en það verður að passa sig að því að setja M með Shatter og hann hefur hitt þeim. Algjörlega. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað gerist hérna. Að setja! Hann er svo brjálægur, hann er stór beat! Super B fellur, útkemur Hænún frá Bessa, nær hann einhverjum, veit það ekki, Vinest tekur út að setja, Himmi dripir Bessa í Hænúninu. Við sjáum að Himmi tekin út, Himmi fellur, það eru pikk í báðar áttir. Útkemur Bobber á Sakila, nær engum. Sasa með frábært slíp á Shock2V, hann deyr, Vinest dripir Sakila, útkemur Window frá Brunari. Nanoboost á Lucio, Nanoboost á Lucio, springur í loftu. Dílíkt sært, hvað er að gerast hérna, útkemur Echo. Það er Echo á punktinum, Super B fellur, Drekinn er mættur. Nær hann að gera eitthvað. Vá, bílíku fight. Þetta var rosalegt. Þetta er það sem við viljum sjá. Vá. Fyrsti punktur, betri hrútana. Vá, og ég verð að segja, innkoman hjá Bessa. Djöðlun sterk. Já, þetta var bara algjört æði, sko. Bessi er tekið no prisoners hérna. Nei, hann er mættur, sko. Hann var eitthvað súr út í kapteininn fyrir að hafa sett hann á bekkinn. Já, og nú er hann bara að segja, ég er ekkert að fara á bekkinn aftur, ég á að byrja í þessu liði hérna. Straight up. Já. Hörðu, það er verið að breyta kompunum hjá djöflum. Himmi er að koma á handsóðin eins og endaði að rándi á hann. Super B og Junkrat. Þeir eru með Hog Ball. Hvað kallaðist það eftir? Þetta er Hog and Ball torture, kallið minn. Algjörlega. Nár hún fyrir yfir á Mercy og hrútarnir halda sig við rössið. Já, hrútarnir eru með Rein Divu, Cassidy Tracer, Lucio og Baptiste. Hérna er svo mikið potential fyrir að búpa einhvern út af, eða húka einhvern út af, sjáum hvort að Sakila nái því. Eða að setja, rúlla á einhvern og búpa honum út af. Boltinn er kominn strax, að setja kominn lengst bak við alla maður, ég veit ekki alveg hvað hann er. Hann er að læðast Við sjáum að Sakila er að leita að húka einhverjum móðum. Hann nær Guttix en hann getur flogið þannig að þetta gekk ekki. Og við sjáum að Super B er í frábæri flanki hérna á Junkratinu. Bessi missar af flassinu. Já.
Nær hann honum? Ég veit það ekki. Bessi þarf að passa sig. Já. Þetta algjörð. Hann nær honum að lokum. Og herðu! Þvílíkt búfur á Shocktowi. Shocktowi með búfið en Nær hann Sakila líka. Himmi drepi Bessa. Guttix nær að setja. Himmi drepi Vinest. Þessir fætar eru svo gríðarlega jafnir. Það bara... Shocktowi ekki hættur. Þeir ná að stakkara Mercyna þess. En við sáum að Hrútar Academy, þeir, herðu, Super B drepur Shocktowi. Guttix bombar, örugglega til þess að fá mekkið sitt aftur. Shocktowi fjall þarna. Já, þeir eru án Lucio núna. Við sáum að Hrútar Academy, þeir náðu punktinum meðan þessi teamfight var í gangi. Algjörlega. Þeim kaupið mikinn tíma fyrir það, sko. Við sjáum eins og vera djöflar að nálgast últinn. Hinn kom með Dregan, hann Dregan núna. Hann notar Dregan og Vinest fellur, Super B að vanda. Sjáu þið Shocktowi! Hann bombar Shocktowi niður! Sakila verður að vera vakandi, verður að passa sig á Shocktowi. Nær hann öfnum! Sjáu þið Shocktowi, hann tekur út Sasa! Himmi svarir sér sömu mynd og dreipur brúnar. Engin supportar. Enn og aftur. Rútum, en hvað gerist? Við tekur nekkið og þeir virðast vera að ná þessu. Þetta eru frábær picks, en Vinest getur tafið punktin aðeins, það er alveg á hreinu. Það er að passa sig á Junkrat. Já, fellur á lokum. Super B nær honum. Vá, Shocktowi algjört menace á þessum Lucio. Algjörlega, þú mátt bara ekki vera nálægt þessari brúna þegar annars finnur hann þig. Straight up. Bæði tankúlt hjá djöflunum, Sama og Junkrat og nálgast nánabústið. Bessi komið með hæ núna, Cassidy. Já. Kemur út bítu núna, Shocktowi low, nei hann hýlast upp. Vinest fellur og Gods sömuleiðis. Gods labbaði í trapp þarna og þá mætti allt liðið. Sjáu þið Super B, nær hann Shock líka. Náttúrulega með damage boostið, hann eins og bara, það eins og kjarnorkusprengjur, hverju sprengju hérna. Þeir ná mekkinu. Super B að drepa alla hérna. Já. Það verður að respekta hennar Junkrat með damage boost, sko. Það er gríðarlegt damage. Algjörlega. Engin últur notið þessu fight sem gott og slæmt fyrir bæði lið, ég veit það ekki. En það núna eru næstu öll últin að koma hjá hrútunum. Já. Spurning hvað að gera það. Já. Þú vilt reyna að nota sem fæstu öll til að vinna barda, en auðvitað stundu þarf maður bara að nota allt til að vinna. Straight up. Þeir spýta left side. Kemur út Pulse Bomb, nær Sasa! Nær Sasa, stórt pick, en út kemur Ritta á móti. Beat kemur frá Shocktowi. Gods færstrækkar dekki hans. Og það er nanoboost á að setja, hann er að reyna að ná ykkur manna. Hann búpar brunar út af, en Gods going God mode enn og aftur. Sjáðu Bessa, klikka bara hausa á hokkinn. Já. Að setja mjög low, hann nær að tefja punktin aðeins. En ekki nógu lengi. Hinn er eftir hérna. Hörðu! Sakila en Shocktowi tekur hann. Gott slípi á Sasa, nær honum. Nei, svo verðist ekki. Og hann heldur lífið samt sem aður sem er mjög gott. Og býður eftir liðinu sínu. Þetta er gríðarlega jafnt. Djöflar þurfa að vinna þetta. Algjörlega, þeir verða að fara svolítið fljótt út í að Guttix ekki með mekk. Já. En fyrir að nálgast það. Já. Þeir eru einhvers með eitt ult eftir hérna hrútanir. Já. Það er hæ núna frá honum Bessa, hann geti gert eitthvað brjála hluti með því. Já, og er að fá tífabombi. Guttix er að missa mekkið sinna aftur næstu. Hann er mjög lár. Útkoma Mines, þetta eru stór Mines. Stórt tænún hjá Bessa. Sjáu þið Shocktowi. Sjáu þið Shocktowi, hann nær honum. En hann fellur hins vegar frá himma. Þetta var bara nógu gott, held ég. Þeir snert ekki punkt. Og hrútanir taka þetta! Vá. Vá, við fengum óskokkur uppfylgta. Djöfullar þetta vel spilað. Þetta var en við sjáum að hrútar velja þetta mapp. Og enn og aftur lítur út fyrir eins og þeir hafi eftir eitthvað compensation. Við sjáum að subbin er með play of the game. Vá, þvílík innkoma. Ég held að play of the game væri Shocktowi með boobs. Þetta var risastór tænú. En sjáu þetta maður. Þetta er valkandi Mercy, tekur hann bara úr leiknum. Algjörlega. Og flash, stun og vá, þetta er gríðalegt. Shocktowi með 4 environmental kills. Já. Ég er stoltur á honum. Já, sem fellow Lucio player. Algjörlega. Það var, þú veist, hvernig var þetta gameplay? Var þetta go boobs? Já, hann var líka mjög offensive og var að valda usla þarna allstaðar, sko. Einmitt, það sást í lokinu að fóra á önuna. Einmitt. Og dó sjálfur, en í rauninni var þetta alveg worth it, sko. Ég líka það, sko, hann drefur önuna og hann deyr. Já. Hann er miklu fljótar að koma tilbaka. Nákvæmlega. Straight up. Hann er með speedboostið og hann, eins og þú segir á hann er Lamborghini bíl. Já, jafnvel bara, þú veist, Ferrari eða eitthvað. Já. Eða hvað? Eða Skoda eða eitthvað. Ertu Skoda-maður? Nei, ég veit ekki hvað ég sagði Skoda. Nei, ég veit ekki frekar skrítið. Toyota RAV4 2003 model. Akkurat. Það er minn bíl. Diesel eða? Nei, bensín. Ok. En já, allavega
Talandi það, við fengum ósk okkur upp þetta, við erum að fara í map 5. Já. Það er bara gríðarlega spennandi. Já, Eins og venjan er, þá er væntanlega map 5 control map. vegna þess að getum ekki verið að gera jafntefli á 5. mappinu. Nei, fara í 7. og svo bara aftur Já. og svo bara allir komin 10. Alveg mappið og hérna, allir orðnir svangir eða eitthvað. Nákvæmlega. Eins mikið ég væri til að vera hérna bara í allt kvöld að horfa á þessa æsispennandi viðureign. Þá erum við að fara í úrslitamapp og það er bara einn winner úr þessu mappi. Algjörlega. Við erum að fara í mapp sem við ræddum áðan, Lijiang Tower. Akkurat. Hvar er það? Er það í Kína? Ég myndi skjóta það. Og hvað er að gerast í Kína akkurat núna? Ólympíuleikarnir, vetrarólympíuleikarnir. Ég er já. búinn að fylgjast aðeins með því. Er það? Já, stemning sko. Og hvað er svona þitt uppáhaldsgrein eða þín uppáhaldsgrein? Ég sá hérna, ég var í vinnunni og sá hérna eitthvað svona sleðar. Já, Þú ert bara á sleða já. að fara bara 130 km hraða. Já. Með hausinn fyrir framann sko, þannig bara, Er þetta ekki svona bobsled? jú, eitthvað hannig sko. Já. Á bara einhverjum, já. 3 gæjar í því eða eitthvað. Nei, bara eitt sko, og svo Ó. geta verið 2 líka. Ertu með head first? Já, Og hvað, bara GG held ég. ok, við skulum ekki að fara Nei. við það. Uh, Ég segi að, sko, þetta er the pinnacle af competitive Overwatch á Íslandi. Að vera að fara í úrslitaleikinn, já, bæði liða án sigurs. Það er gríðarlega mikið undir. algjörlega. Við skulum sjá hvað gerist hérna á Lijiang Tower. Það er allt eða ekkert núna. Einmitt. Við sjáum hérna Það er Rænars bardagi að fara í gang. Við sjáum það. Við sjáum að Hrútar Academy eru með Divu og Ræn, Cassidy, Junkrat, Lucio og Baptiste. Akkurat. Djöflar aftur á móti eru með Ryan Sariu, klassikinn gamla, góða. Himmi er á Symmetry, mæntulega til þess að típja út úr spáni og vera fljótari. Já. Vinist er komin þetta á Symmetry líka, svo er það bara Junkrat, Lucio og Bap. Já. Þeir eru mæntulega að vilja fara í White Room og hérna, Restin plássið þar. pund út einhverju damage. Já. Við sjáum, það er bara hlaupið inn í hvern annan. Að setja, sjáu það að setja, hann bara hleypur eins og brjálæðingur. No fear. Engin ótti. Út kemur lampi frá Hrútum, svolítið snemmi í fættunum. Sakila er með supercharge. Hann er komin í gott charge, hann er 100 charge og maður þarf að passa sig þegar Sarian er 100 charge. Götti þarf að passa sig, en Vá, hvað er að gerast hérna? Hrútar Academy ná að drepa 3 hérna. En þeir svara með sínum eigin pikkum hérna, djöflarnir. Bessi á bestastöðum. Er hann fórsetinn á Lijiang? Það kemur í ljós. Fórsetin á Nepal líka sko. Hann var það. En Hrútar Academy ná punktinum hérna og virkilega vel spilað þóttir þurftu að missa nokkra menn. En það er allt í lagi. Brúnar er komið með glugga. Fyrst ulti í leiknum. Superbee er að nálgast Tyre. Vinest er langt eftir á. Herru, Út kemur gluggi. Út kemur gluggi og það er gríðarlegt damage sem fer hann í gegn eins og ég sést. Íbúst á framhjá. Sakila er stönnaður en það er gluggi sem heldur hann með lífi. Narhum fellur. Himmi kemur úr flankinu og dreipur Bessa. Himmi er í baklíninu hérna. En Vinest tekur út hérna Sakila. Nei, að setja minna og Gattix eldir Sasa. Já. Clean fight. Himmi nær býtur nú við. Þetta var frábært teleport. Óheppin hana. Ekki. Óheppin. Hvað oldur hún úti? Það var náttúrulega gluggi og Shatter sínist mér. Já. Bessi heldur í hænúnið. Já. Og við sjáum að Shocked á V er komið með beat. Eftir 8% og meðan Narhún er ennþá 60%. Það er bara vegna þess að Narhún er ekki búin að vera á lífið þarna. Búin að vera pikkaður snemma tvisvar sko. Akkurat, Sakila nálgast Graf að setja komið Shatter, Superbee er með Tyre, Sasa með glugga, þeir hljóta glugga núna í byrjum fight. Þeir gera það. Gluggi fæir strike og það tekur út Shocked á V. Þetta er risastórt vegna þess að hann var með beat. Og vá, þeir falla bara freka fljótt hérna. Bessi hænúnar. Þessi hænúnar nær engum. Við sjáum þeir vilja drepa hann, þeir vilja ekki leipa honum út. Það hefur verið að skjóta honum upp og niður hérna og Bruna fer út af mappinu til að joina liðið sitt. Þetta var gríðarlega flott Window Firestrike combo þar sem Firestrikeið drepur one-shotar svona 200 health target eins og Lucio er og þar að leiðandi gátur ekki nota beat. Algjörlega, Sakila kom með Graf, Himmi er hins vegar ekki komið með Dregan í frag, Graf, hann er komið með það núna. Hann er komið með Graf Dragon combo og það Sakila lítur að reyna að grafa vegginn svo að Diva mun ekki borða það. Já, Guttix er að Himmi er low. Að borða það. En Guttix er farin úr mekk, hann getur grafað hér. Út kemur úr Tyre frá Vinest, nær engum, nær lampanum. Hann þarf að... Og risasættir, út kemur Grafi líka, beat frá Shocked á V. Og hvað er að gerast að City er að fara í ferðalag? Nei. Gods fellur. Graf Dragon too strong, beatið var ekki nóg til þess að verja þetta.
Super B nær út Vinest og Guttix fær Mekki sér tilbaka. Ok. Við sjáum að djöflar eru komin með 50% af punktinum og eru ennþá með góð öll. Þeir eru með Kemur Tægir. gluggi fyrir Brúnari. En Tægir er sömulegis frá Super B. Kemur hægra megin. Þeir nær engu með því. Nær engu með því. Lampin bjargaði þarna nokkrum. Út kemur bomba frá Guttix en hann fellur sömu andrá að setja tekur út Brúnar og Stótsjattir frá Gods. Þetta er 3-3 og akkurat núna. Það er Búba Sakílu af mappinu. Sakíla nær þremur og hvað? Hann tekur á Messi þessi maður. Ég trúi sig ekki maður og Himmi tekur út Bessa. Vá, þeir voru þarna allir 1 HP að reyna að íta honum af mappinu. Á meðan hann er að detta af mappinu og skýtur hann einu ræklikki og Þetta er yfir ótrúlega. á alla. Þetta var rosalegt. Síðasti fætinn fyrir að renna í gang held ég. Guttix missi Mekki strax. Super B nærði. Úr Mekk. Himmi hefur komið drega. Shattir kemur út. Shattir kemur út. Að setja, þeir eru að reyna bara að tryggja þetta. Þeir eru að reyna að klára þetta hér. Við sjáum að Brunar eru að hlaupa í burtu og Hænún á punktinum. Bessi, það tónut í hænunum hjá Bessa á Bessastöðum. Og mér sýnist djöflarnir vera að taka þetta. Hann nær overtime-inu hins vegar. Gods er að reyna að kaupa tíma fyrir liðið sitt. Út kemur Tær frá Vinest, en Narhún bítar. Býta snemma, það er dekk á leiðin á punkt. Það nær engum. Sólar Reinhardtin en nær engum. Vá. Vá. Hrútar Academy byrjuði þarna virkilega vel. En síðan tóku djöfla bara yfir þarna. Djöfull svöruðu þessu vel, Já. algjörlega. Svakalega flotti bardagar þarna inni við spánið hjá Hrútar Academy. Algjörlega. Ég minni fólk á að það er 2-2 hérna. Og sá sem vinnur þetta Lijiangma mun vinna leikinn. Akkurat. Þannig að Og- það er mikið stress og allt undir hérna. Og Hvorugt liðið vill enda á botninum í riðlinum. nei. Bæði liðin væntanlega án sigurs. Já. Þetta er mjög mikilvæg leikur upp að heiðurinn. Já. Við sjáum að það er litlar breytingar. Vinest er komin að Reaper hins vegar. Já. Þeir halda symmetrinni og nú ætla að reyna að típja þeir sennilega á punkt og Já. þá verður erfitt að lýsa en við gerum okkar besta. Já. Eða ekki góð? Jú, auðvitað. Þetta er mjög vinsæl tækni hérna á Lijiang þegar lappiði saman hérna og það er hægt að nota teleporter sem Metra er með til að fara upp í gluggan eins og þeir eru að gera hérna og síðan hlaupa inn í konar. Vinest fellur strax. Vá, þetta er Að ekki setja gott. tekur út Brúnar. Djöflarnir er að steamróla hennar fight. Já. Sakíla með gott charge. Að setja er bara eins og hvern einasta fyrsta fight í hverjum einasta leik Já. er alltaf bara að labba inn eins og brjálæðingur Já. og drefur á. Fíla, hann er aggressiv. Sjóktu við fellur og sleipa þakkinu þarna. Já. Taktísk ákvörðun held ég. Já, ég held það. En Djöflar eru 1 pointi frá að vinna leikinn og Já. þeir eru komnir með pointið. og þeir eru komnir langt á undan í Ultimates eins og sést. Algjörlega. Vinest er farin á föru, þeir ætla að reyna að taka annar approach á þetta. Já. Þá eru erfiðara fyrir restina af liðinu að sustaina. Við sjáum að djöflar eru ekki með neina hitskan sem geta skotið á Kemur Shattir frá að setja. Og stórt Shattir, Gods fellur, Sakíla dreipur Gods, að sitja nær Mekk. Sakíla er að taka eitthvað finsa tracking hérna á Sarjunni. Ja. Þetta er gríðilega gaman að sjá. Super B tekur út Guttix. Bessi nær eins og Narhún. Er þetta winnable? Ég veit það ekki. Nei, Ég sýnist ekki, Bessi er kollekkin hérna og einsamall eftir að liða hans og dáið. Algjörlega. En núna sjáum við að Bessi er komið með vegg, symmetru-vegginn. Já. Og það er mjög sterkt á þessum punkti. Splittar hann alveg í tvenn. Já. En Himmi fellur. Engi veggur í boði fyrir djöflana akkurat núna. Vinest er komin á Sjáum við Vinest. Hann er að díla mikið damage hérna, það þarf að fara að horfa á hann. Hann er svo mundi á förunni, eða hvað? Eða hvað? Og kemur Shattir, risastórt frá Shattir Gods. Brunar tekur 2. Sjáuð þið Vinest. Hann er komið með últið. Já. En aftur á móti djöflar komið 60%. Þá vantar 37% til þess að taka sigurinn heim. Tílík starffræði. Já, Þetta er snillingur. quick maths. Quick bara, maths. Hérna, já. Já. Bessi nota ekki vegginn. Nei, hann Einungis dó bara snemma. Shattir hjá Gods. Já. Mjög sterkt. Himmi kom niður á Kree. Nei, yfir á Cassidy. Nú þurfa hrútar að fara að safna nokkrum prósentum, vinna teamfights hérna. Algjörlega. Við sjáum djöflar eru byrjar að pussa hennin. Út kemur gluggi frá Hrútum Academy. Lampi verður út líka. Að setja fellur snemma og þetta er gríðarlega stórt og stórt barrage. Þvílíkt barrage frá Vinest. Og þetta var mjög auðvöld fyrir þá. Þeir notuðu 2 ult og það gekk eins og í sögu. Nákvæmlega. Í sögubókinni góðu. Sakíla notaði grafið. Það var mjög stórt að missa það. Já. Gott aftur á móti fyrir Hrúta. Nú er ekkert graf til þess að hafa ágjörð af. En Nei. þeir hljóta að hugsa núna að Super B er með Tire. Narhún er með beat. Já. Að setja með Shattir. Já. Núna er þetta mind games. Hvað mun Gods gera? Já. Það verður að... Herðu, Himmi tekur Vinest út snemma. Blokkað Shattir. Gluggi frá Bessa.
Það er Symmetri veggur á punkt sem er Að setja fell, nei að setja tekur, nei að setja fellur minna. Gott nær tveimur út. Það er komið bít út frá djöflunum. Nærði að halda þeim á lífi. Hann er með bombu samt sem áður. Bessi tekur út Sakila og Gott tekur út Himma. Og hrútarnir er að taka þetta. Vá. Þeir eru 85% eftir og það klukkan tikkar eins og venjuleg klukka. Já, Hún tikkar. hún tikkar. Vá, Ok, þetta var rosalega. Superbee er ennþá ekki búinn að nota rittæri sitt. Sasa er komið glugga. Já. Gods er núna með shatter og ætla að ná í jafnstóru shatter á hann og bara þá endar leikurinn. Hann getur unni leikið með þessi shatteri, það er alveg á hreinu. Akkurat. Sakila er langt frá grafinu. Verður spennandi að sjá. Og við nú kemur risa shatter. Og gluggi kemur út frá djöflunum. Engi fellur. Hann pinnar að setja þetta inn. Að setja, hann nær að setja. Þeir skipta. Báðir rænindi falla. Þeir treyta. Himmi tekur út Vinest. En deyr í sömu andrá. Guttix tekur út Himma, það er rétt. Sasa er mjög lóð. Sasa er að snerta púntinn, hann neyttist til að snerta púntinn. Þetta er svo örbylgjandi. Þeir lappa inn í þetta. Superbee tekur tærið en fellur strax. Vá, Kemur þessi og Bessa. Þetta virðist vera að fara með Rútum Academy hérna. Hvað er að gerast? Það er komið. Að setja kemur á boltanum inn en hann lítur að vera fljótur að deyja. Þeir hljóta að skjóta allir á hann. Já, lífið hans hverfur. Og þeir ná ekki að snerta eða hvað, nei. Við erum að fara í síðasta point á Lijiang Tower. Hver verður sigurvegari? Það verður svarað eftir mögulega svona tæpar 5 mínútur. Eða hvað? Hvað tekur það langan tíma? Ég veit það ekki, bara spennandi. Það er rétt. Ég veit ekkert hvað það tekur langan tíma en við munum vita mjög fljótt. Þetta er Lijiang Tower Garden. Það verður áhugavert að sjá hvað liðskomp munir vera valinn hérna. En náttúrulega, þetta er allt eða ekkert. Ég trú ekki við séum að fara í 3. mapp hérna. Þetta er rosalegt. Þetta er ótrúlegt. Við erum að fá fyrir allan peninginn sko. Algjörlega. Og meira til. Þeir virðast alltaf að halda Symmetrunni, bæði lið og Reinhardtinn. Þetta er bara enn og aftur Reinhardt dúalið. Vinest var algjört meðnisásur föru. Þeir halda henni. Já. En Himmi er kominn á McCree núna sko, sem getur skotið á hana sko. Getur skapað smá pressu. Þeir bæði lið virðast alltaf TPA á punkt og þarna mun vera gríðarlegu bardagi. Sasa tekur út Brúnar, vá, þeir vinna fætinn alveg strax. Það virðast vera fljótur á punktinn. Já, það virðast hafa komist aðeins á undan. Þeir voru með Lucio speedboost, auðvitað. Mistum að þessu. Já, Super Academy ekki með hraðan sem djöflar eru með og djöflar taka punkt fyrst þegar hann opnast loksins. Núna. Út kemur TP aftur. Fake TP eða hvað? Já, mér sýnist það. Þeir alltaf taka hérna vinstri hliðina og fara inn í White Room. Vinest er main. Nei, þeir eru bara chillandi þarna. Hvað er planið? Þeir eru að bíða bara. Þeir eru að ákveða sig. Engin ult. Nei, þeir bíða eftir TP. En þetta var fake TP aftur. Það er ekki neitt. Spurning hvað er í gangi? Þeir eru ennþá á sama stað. Þeir eru að bíða eftir öðru TP. Nú kemur TP-in út. Og þeir eru allir mættir á punkt. Og nú eru þeir komnir á punktinn. Nú vilja þeir brála á punktinum sko. Að setja er nokkuð shatter. Að setja tekur Mekkin hjá Guttix. Himmi tekur út Vinest, Superbee tekur út Brúnar, Sakila tekur út Guttix. Þeir ná ressin á Brúnari en Bessi fellur. Þetta virðist ekki vera sigranlegt fyrir Rúta Academy. Þeir þurfa að deyja snöggt og reyna aftur. Algjörlega. Við sjáum að Vinest er komin yfir á Tracer, Bessi er komin yfir á Reaper. Þeir skipta Þetta var ekki alveg að ganga, Bessi er reyndar komin yfir á Soldier og Vinest yfir á Reaper. Já. Gods er að nálgast shatterinn, Himmi er að nálgast hænún, Superbee er með vegginn og Sasa með glugga. Þetta lítur virkilega út fyrir djöflana núna. Þeir eru með vegginn og glugga. Akkurat. Þeir fara Brúna. Gods, hvað ætlar hann að gera? Þetta er Mind Games. Og hann shatterar, tekur niður að setja, tekur hann út, en Brúnar fellur. Það er ekki gott, þeir eru búin að missa Baptisti sinn, aðalíli sig. Það er samt kominn gluggi á brúnni, geta þeir snúið þessu, Rúta Academy. Himmi nær Mekkinu og tekur síðan Guttix út. Og við sjáum Bessi og Shock2V taka út Sasa og Superbee. Þetta getur bara í báðar áttir og Turretti tekur út Bessa. Og Himmi tekur út Shock2V, hvað er að gerast? Ég veit ekkert hvað er að gerast þetta, að setja mættur aftur. Þetta er lokabardagi ef djöflarnir ná að vinna þetta. Það er engin tími eftir, þeir eru að nálgast 100%. Sakila er að nálgast grafið, hann grafar væntanlega. Nú kemur beat, hann er ekki enda búinn að nota graf. Að setja fellur. En þeir eru í grafi, Superbee er orðinn lár. Himmi tekur út Bessa. Himmi er dáinn. Þetta er í sömu andrá af Reaper. Þeir þurfa að eyðileggja hennar teleporter, þeir eru mjög fljótir að mæta aftur hjá djöflum. Hrútarnir eru að mér virðist taka fætinn og vá, hvað var í gangi maður?
ég held að djöflinni væri að koma tilbaka og vinna Algjörlega. fætin og bara taka mappið. Ég held það líka. En svo var ekki, þetta var virkilega vel gert hjá Hrútum Academy og núna er bara að sjá, þeir þurfa að halda út allt mappið, með ekki gefa að sér punktinn til að sækja sigurinn. Verður spennandi að sjá hvað gerist. Hörðu, Risa Shatter! Þvílík búbla bjargaði svolítið þannig að hann er að býta og þeir vinast rýbrútar. Virtist sem hann var kannski aðeins og mikið, þau virtist vera búin að vinna fætin en... Þeir notuðu 3 ultimates þarna, Hrútar Academy eru núna einungis með glugga en það styttist í High Noon hjá Bessa á meðan djöflarnir kom inn í hennan bardaga með High Noon, Symmetra Wall og Window frá Baptiste. Algjörlega. Þannig að öldin er að vinna með djöflum núna. Þetta kemur... Út kemur vöggur frá Symmetru. Göttix fellur. Nei! Þvílík búb. En Himmi fellur síðan. Þetta er jafnt í liðum. Já. Kemur gluggi frá Sasa. Sjáum Shocked of V! Sjáum þið Shocked of V að búba Sasa út af. Þetta er risastór búb. Venus tekur út Super B. Bessi tekur að setja. Þeir virðast vera klöts en að fætu. Oh my god. Oh my god. Enn og aftur Shocked of V með frábært búb af mappinu. Shocked of V og Environmental Kills, name a better love story. Nákvæmlega. Þetta er rosalegt að sjá. Bessi er með High Noon. En Shocked of V fellur að vera Hann er snæpaður í gennum gluggan af Symmetra En Rækli. svo byggjum fellur en Göttis í sömu leiðis. Það eru 4-5 núna. Þeir verða að halda hérna vel. Risa Shatter of God! Sjáum við mannin. Hann er að ná að klötsa þetta eða hvað? Að setja er lár. Þvílíkt Shatter. Þvílíkt og næst. Þetta er að fara í loka bardaga þetta. 17% eftir og djöflarnir eru að respawna hver á fætur öðrum. Himmi með High Noon, Bessi líka með High Noon. Þeir þurfa að drífa sig að snerta punktinn, annars tapa þeir bara. Bessi þarf bara að finna orkunum frá Bessastöðum og High Noon alla í leiðinu. Þeir þurfa að teleport í gerðin gluggan sem þeir gera. Síðasti fætt. Shocked of V er að leita búbinu. Bessi High Noonar, Himmi fellur. Bessi tekur hún með Dosakila fellur líka. Og þá koma að setja þér að tertinn. Hann er með Shatter. Annar búb frá Shocked of V, stórt Shatter frá að setja. Er það nóg? Að setja Sýnist Bestur og ekki. með Bessi sínir drepur að vera að baka þetta. Hvað var að gerast? leikur. Vá. Ég á ekki til orð. Frá 99% og 0% upp í 100% á móti 99. Þetta er alveg svakalegt. Og nú fær Shocked of V play of the game. Vá. Já, hann bítar hana. Hann var bjarga af hennar Sarju-búblu og þetta vann þeim í alvegni bara á risastór fætt. Þetta var risastórt fyrir þá. Þetta var... Líkt og annað eins maður. Ég á ekki til orð. Ég bara er hálf orðlaus eftir þetta. Já, ég er bara svitna og hérna, þetta var alveg sakalegt sko. Þetta var rosalegt og bara í 1-1, 99% á móti 0%. Ég ná að taka punktinn og halda honum. Þetta er rosalegt. Fara sem með þetta bara alla leiði fyrir Já. Þetta var karakter sigur. Þessi leikur var gríðarlega jafn. Örugglega bara einn jafnasti leikur sem ég hef hort á. Án gríns, bara 3-2. Við sáum bara förum tilbaka í Hollywood til dæmis, djöfull var það, það var endalaust spennandi, endalaust spennandi að gerast. Já, algjörlega. Sko, mér skilst að við getum tekið viðtöl við Gods, sem er main tank hjá Hrútum Academy. Hann átti nokkra risa Shatter að það var ótrúlegt sko. Algjörlega, en hann kemur til okkar núna, bráðar, og það verður gaman að ræða við hann. Algjörlega, ég meina að þetta hvað? Já, er hann í húsinu? Er það að tala um það? Það held ég. Ég veit ekki betur, en við klífum þá brú þegar við komum að henni, kannski. En eins og ég segi, bara gríðarlegur karakter sigur hjá Hrútum Academy. Getur ímyndaðar að vera í Discordinu hérna í loka bardagunum á Lijiang hérna. Pældi ég að vera í Discordinu hjá Hrútum og svo á Discordinu á Döblum. Þetta er hérna bara svart og hvítt sko. Það er örgulega súr stemming hérna, en þeir djöfla börjust vel og spiluðu mjög vel á köflum. Þetta var geðveikt sko. Og þetta var bara einn skemmtilegasti Overwatch leikur sem ég hef hort á. Ég verð bara að fá mér vassopa eftir þetta. Já. Það er komin hérna Gods, þú mátt setja þig heyrnartólin hérna og ræða við hann Ólaf, vinn minn. Blessaður Gods. Blessaður. Ok, hvað segirðu núna? Við erum mjög pepp allan við strákar. Eru þið allir strákan þið mættir eða? Nei, ég er eini sem komst hingað sko. Ok. En já,
Við erum allir mjög pepp og ég er mjög stoltur með alla. Já, þú tvílík frammistaða maður Takk fyrir. í alvörinni. Og hann leit illa út fyrir ykkur fyrir næst síðasta fætinn þegar þið mistu 2. Já, Og svo settir þú bara 3 í liðinu og þið unnu fætinn. já, ég kálaði mig ekki sjatturinn held ég. Nei, Ég gerði það bara. já, þú bara gerðir þetta. Þetta var bara hunds, þú fekkst bara hunds og gerðir það bara, já. Já, Þannig á að vera sko. Þið voru án sigurs fyrir leikinn já, og þetta var bara, maður fekk allan peninginn fyrir að horfa á þennan leik sko. 2 lið án sigurs og svo bara blóðu barátta skilur og þið enduðu með að vinna þetta. já, sko, við strákarnir allar með spenntir með þetta, sko. Við vorum ekkert alveg 100% sigur. Nei, Við vorum bara að koma hérna og við vorum bara að hugsa að fá fyrsta mappinu okkar fyrst, sko. mitt. En hvernig var stemmingin á diskotinu? Það var alveg klikkað í endan, sko. Var öskaraður fram við það? Já, nánast. Já. Já. Sko. Já, eigið ykkur að leiki eftir? Ég held að við hefum 2 leiki eftir. Það eru Djáknar og ég man ekki alveg hvað hitt liðið. Ok. Þið takið þennan leik bara með í veganestið Já, og núna eru þið bara fullir af sjálfstöðstu og allt það sko. já, við erum allar mjög fullir á sjálfstæðsti. Ég ætla að spyrja það bara hver fannst þér vera eitthvað svona MVP hjá Djöflunum? MVP á Djöflum, Já. Sasa. Sasa var svakalegur. Sérstaklega fyrstu 2-3 leikina, sko. Þá áttum við mjög erfitt með að ná honum. Hann var svolítið unreal alltaf með glugga á bappinum Já, og já. góður á önunni og eitthvað. Svo bara hættum við að hugsa að fókusa hann og byrjum bara að fókusa á tankana þeirra. Já. Já. Og það bara steamrolluði það. En hver er mikilvægastur í þínu liði? Shotovi. Shock, já, hann var Sérstaklega svakalegur. Nepal, Já, setna mappi. hann var bara environmental kills og hann bara love story sko. Já, Bara, líka huge, beat hjá honum, já, svakalegur. Þetta var bara, held ég, einhver skemmtilegasti óverðsleikur sem ég hef hort á sko. Já, við komum inn og við vildum hafa þetta mjög spennandi leik, sko. Já, 99% bara síðustu fætt. Hvernig var stemmingin þegar þeir komist upp í 99% í loka rándinu? Sko, við vorum bara að hugsa að ná pointinu og bara ekki missa kúlinu, sko. Nei, voru yfirvegaðir og bara, Já, við reyndum að halda okkur rólegum ok. og það gerðist og við náðum í. Þannig að vera maður, ég bara óskaði til hamingju með sigurinn Já, takk fyrir. og viltu shoutout einhver homies í liðinu og... Ég vil sjá þetta Einar M sem komst ekki. Já, Hann var á tenni í landsliðsæfingum. það leiðilegt að vera á tenni maður. Og já, ég ætla líka að sjá þetta Guttix. Já. Við leitum bara ringar svona 1,5 tíma fyrir leik og Já. hann kom og hann stóð sér mjög vel, sko. Guttix, shoutout á Guttix fyrir að fylla inn, super krakt. Ég held að það sé bara komið og ég óskaði bara enn áttur til hamingju með sigurinn Yes, og þið bara gangi ykkur sem best í næstu leikjum. yes, takk fyrir. Alright. Yes. Þetta var hann Gods. Já. Reinhardt playerinn. Já. Super krakt á þessum Rein. Dominating Ragnar performance. Já, þú Frá ættir botninum. að bara sækja smá innspá í hans gameplay. Algjörlega, ég mun taka með mér næsti úr þessu, sko. Algjörlega. Þetta var bara gaming satir hann á brúnni og Já. þetta var bara ekki að leikur, ég er smá sjokki, sko. Ég ætla að fá mig vask og sé bara svona skjálfinn. Já, bara fyrir hönd þeirra, sko, að spila í þessu, sko. Það er ekkert grín, ég get sagt ykkur það er ekkert grín að vera keppi í þessu eða stressið er undir hérna. Nei, við vorum í svipaðar aðstöðan í fyrsta leiknum þegar það var 99%. Já, en kvöldið er langt frá því að vera búið hjá okkur. Betur. Það er leikur í efri deild, úrvalsdeildinni. Það er gríðarlega spennandi leikur. Það er Tröll á móti Bölvun. Við þekkjum mikið til þeirra liða, erum spenntir að sjá hvað gerist. Ég held að við ætlum að reyna að fá smá pásu. Tökum smá pása. Tökum smá pásu, tökum highlight, síðan er það bara Tröll Bölvun. Einmitt. Ég get ekki beðið. Ég er mjög spenntur. Já, eftir svona hálftíma munum við sýna Tröll og Bölvun. Straight up. Hörru, þið fáum bara highlight vídeo í gang og við sjáum okkur alla eftir. Já, og munna vatnið. Já, hörru, hættar í svona check.